Já, velkomin í vinnuskúrin hérna á Laugardagsmóti, nýbyrjum Þorra. Hérna á eftir munu koma að ræða fréttir vikunnar Drífa Snædal, forseti ASÍ, Sonja Þorbjörnsdóttir, formaður BSRB og Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalagsins. Það munu blandast í hópi með mér og Ögmundi Jónasinni sem er komin hingað. Ögmundur er í vinnuskúrnum vegna þess að hann er formaður BSRB í, ég held að það verið 21 ár eða svo, og hann var að gefa út bók sem heitir Rauði þráðurinn, þar sem hann rekur svona rauða þráðinn í sinni svona baráttu, bæði í vinnuverkalýðshreyfingarinnar og sem svona fríliði í stjórnmálaumræðunni og svo sem þáttakandi inn á þingi og í ríkisstjórnum. Velkomin Ögmundur. Þakka þér fyrir. Svona áður að því að við erum í vinnuskúrnum þá ætla ég nú að reyna að halda mig við þennan þráð sem að tengist verkalýðshreyfingunni í bókinni þinni. Kannski ræði ég seinna við VG og fleira. En áður en að kemur að svona afskiptum þínu með innan verkalýðshreyfingarinnar, þá ertu náttúrulega búin að vera að hugsa pólitík og mér langar að spyrja því svona hvort þú getur svona sagt í svona tiltölulega stuttumáli frá svona forsögu þinni eða hvernig þín pólitíska afstæða er að mótast sem unglings og ungsmanns og hvort þú getur frætt okkur það hvað liggur á bak við svona ákvörðuninni þinni að fara inn í svona hinna formlegu verkalýðsbaráttu, hinna formlegu stjórnmál, vegna þess að þú ert eiginlega af kynslóð villta vinstursins, þar sem að það var svona eiginlega viðskilnaður svona hugmyndarlegrar endurnýjunar og meginstraums stjórnmálana. Er eitthvað í þinni sögu sem að getur hjálpa okkur til að skilja þennan tíma og þá sem að voru í því, það að taka ákvörðun að taka þátt og kannski skítna aðeins út í baráttunni eða að sitja í sófanum og hafa alltaf rétt fyrir sér annars að kannski að hafa neinn mótandi áhrif á verkalýðsbaráttu eða hinn formlegu meginstraums stjórnmál. Já, ég náttúrulega er að mótast sem einstaklingur í foreldrahúsum, en það má segja að það kvikni á minni pólitísku peru og upp úr 20, svona fyrir alvöru, og þá kemur nú í ljós strax að sú pera er rauð. Ég er erlendis þessi ár sem að ég er í svona pólitískri mótun. Ég stunda nám við Edinborgarháskóla, tek þátt í pólitísku starfi þar, allt á vinstri vægnum og vel rauðum vinstri væng. Þegar ég kem hins vegar heim 1978 var þá komin í doktorsnám, var komin í svona sumarfrí eða sumarvinnu hér heima og ætlaði aftur utan, þá er ég strax komin inn í verkalýðspólitíkina hér og allar götur, því að ég fer inn í ríkisútvarpið, fyrst útvarpið, hljóðvarpið og síðan sjónvarpið, 78 fer inn í hljóðvarpið og 70 þá haustið inn í sjónvarpið og er þar í 10 ár. Og allan þann tíma þá er ég á kafi í verkalýðsbaráttu. Nær allan þennan tíma þá er ég formaður starfsmannafélags sjónvarpsins og strax í byrjun 9. áratugurins þá er ég komin í stjórn, reyndar varastjórn BSRB. Þannig að ég er komin á kaf í þessa baráttu bara alveg frá upphafi, strax og ég er komin inn í starf. Þannig að áhuginn er þarna og eins og þú segir, ég vil taka til hendinni. Það var á þessum árum var ég einhvern tímann spurður hvort ég ætlaði ekki að koma inn í flokkspólitíkina og inn á Alþingi og reyna fyrir mér þar. Og ég svaraði því til að ég hefði engan áhuga á því. Við þyrftum sönnu að hafa þingmenn og pólitíska flokka, en við þyrftum líka fótgönguliða. Og það ætlaði ég að vera. Ég ætlaði að vera fótgönguliði, jafnframt svona aktivisti í íslensku samfélagi. En það gekk svo ekki alveg upp og þá ákvað ég að fara alfarið inn á þennan vettvang. Ég hafði sótt sem fréttastjóri sjónvarpsins
þegar ég kom frá Danmörku, var þar tímabundið í 2 ár, 1988, fékk ekki og ákvað þá að fara inn á BSRB-vettvanginn, bauð mig fram til formennsku í BSRB 1988 og eins og þú segir, þá var ég þar í 21 ár. Þannig að þetta hefur svona verið mitt líf. Það er rétt hjá þér að ég er að kynslóð sem að er í endurmati, miklu endurmati. Á þessum árum sem ég er nýkominn úr menntaskóla, þá stafrófið rúmar alla smáflokkana á vinstri kantinum og ef að menn voru óanægðir það bara klöfuðu flokkinn og var til nýr hópur. Menn gáfu lítið fyrir sameiningu vinstri aflana, menn gáfu meira fyrir inntækið í hinni pólitísku baráttu. Og ég hef haldið því fram að þótt þessir hópar kæmust ekki til formlegra áhrifa í þjóðfélaginu, þá skilaði þeirra barátta sér mjög miklu, breytti íslensku samfélagi alveg ótvírætt í byrjun 8. áratugarins. Skólarnir opnuðu svo dæmi sér tekið og það varð svona hugarfarsbreyting í þjóðfélaginu. Þetta voru áhrif frá þessari hörðu vinstri baráttu sem var háð á þessum árum. En hún hafði ekki mikil áhrif inn í verkalýðshreyfingunni. Geturðu svona sagt okkur sem yngri erum hvernig ástandið var á verkalýðshreyfingunni svona það leyti sem að þú ert að fara þar inn? Það er kannski aðdraganda að verkfalli opinberra starfsmanna 1984 svona það bil það leyti. Kanntu gefa okkur svona einhverja mynd á því hver er svona ástandið á verkalýðshreyfingunni þá? Valda staðan gagnvart fyrirtækjaeigendum og hinu opinbera. Sko, ég fer inn á vettvang opinberra starfsmanna og þekki best til þess sem þar gerist og þar hafði svona baráttan verið í öldum og öldulægðum. BSRB stofnað 1942 og lengst framan af eru samtökin án samningsréttar. Þau fá ekki samningsrétt fyrir 1962 mun það hafa verið, en eru engar síður farin að hafa heilmikil áhrif. Rétt eftir stofnun samtakana þá eru sett lög lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, það er 1943 mun það hafa verið og þau fara að hafa heilmikil áhrif. Þau fá ekki samningsrétt fyrir 1962, eins og ég segi, en eru farin að hafa áhrif með sinni baráttu engar síður. 1970 eru svo kallaði starfsmatssamningagerðir, þar er samið 40 stunda vinnuviku, sem að síðan er tekin upp í lög, almenn lög í landinu. 1954 hafði verið samið réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, þar er kveðið á veikindaréttindi og fæðingarorlof langt umfram það sem gerist á markaði, en varð enga síður fordæmisgefandi fyrir almenna markaðin líka. Þannig að þetta spilar allt saman, þessi barátta BSRB og almenna markaðarins. BSRB fær síðan verkfallsrétt með lögum 1976, nýtir hann strax árið eftir 1977 og síðan þegar ég er að koma þarna inn á vettvanginn þá er skamt að bíða að efnt er til mikils verkfalls, hins mesta verkfall sem hafði verið á Íslandi, það var 1984. Sem hún nefnir, það var tæplega mánaðar verkfall frá 4. október 1984 til mánaðarloka. Þannig að sko, þetta er svona BSRB vettvangurinn og það eru að mörguleyti ólíkir straumar sem við sjáum annars vegar í BSRB, í opinberu vettvangnum og hins vegar alþýðusambandsmegin. Alþýðusambandið er á þeim árum sem ég er að koma þarna inn, þegar farið að beita sér fyrir
verðhjöðnunarstefnu, vilja koma á stöðuleika í samfélaginu. Það er gerðar 2 tilraunir til þess 1986, það meiri segja kallaði þjóðarsáttarsamningar þá, og síðan aftur 1990 þegar þjóðarsáttin sem svo var nefnd er samþykkt. Við hins vegar í opinbera geiranum vorum á allt öðru róli. Við börðumst fyrir launahækkunum, gáfum minna fyrir þessa verðhjöðnun, launahækkunum, og vel að merkja, opinberi starfsmenn voru bundnir við launataxtana. Almenni markaðurinn, hann naut launaskriðs umfram það sem gerðist hjá okkur og það svona skýrir ólíka afstöðu að ýmsu leyti. Við sameinumst hins vegar. Þessi straumar, 2 straumar, launahækkunarstefnan og verðhjöðnunarstefnan sameinast hins vegar þarna 1990 í þjóðarsáttarsamningunum. Vegna þess að hjá okkur var þá orðin höfuð áhersla á vexti, fjármagnskostnað, húsnæðismál og vexti, að ná vöxtunum niður, og þar þurfti einhvers konar verðhjöðnun að koma til sögunar. 1989 hyggið það verið, í aðdraganda þjóðarsáttarinnar, þá verðbólgan yfir 30%, og við föllumst á þetta að fara með Alþýðusambandið inn í tilraun til að koma á stöðuleika. En viti menn, skömmu eftir að þeir samningar hafi verið gerðir, þjóðarsáttarsamningarnir 1990, þá verða stjórnarskipti, það voru 1991, Sjálfstæðisflokkur og Kratar komast í valdastólana, og þá byrjað að misnota þessa svokölluðu þjóðarsátt. Þá byrjað að krukka í samfélagið, koma á sjúklingagjöldum, margvíslegri markaðsvæðingu. Með öðrum orðum, þjóðarsáttin varð að tæki til þess að hafa af okkur réttindi. Og það náttúrulega þannig með þjóðarsátt að ef að þjóðin stendur ekki að baki henni, þá engin þjóðarsátt, og það gerðist mjög fljótlega að það urðu þarna skil með launaþjóðinni annars vegar og valdhöfum hins vegar. Og þetta hef ég löngum sagt að sé hættan við þessa sem ég kalla straujátt samninga, lífskjara samninga og svo framvegis, að þeir verði misnotaði með þessum hætti, að kæfa alla baráttu. En þetta svona það umrót sem ég í. Ég tek þátt í þessu. Ögmundur, má ég aðeins grípa fram í og byrja að útskýra þetta aðeins betur með straujátt samninga, eins og lífskjara samningin og þjóðarsáttarsamningur, sem að stór hluti samningana snýst það að fá fram einhverjar breytingar á stefnu ríkisstjórnar. Ertu að mæla eiginlega gegn slíkum samningum vegna þess að reynslan sýni það að stjórnvöld misnoti þá, noti þá til þess að kæfa niður verkalýðsbaráttu en drægi síðan tilbaka megnið af því sem að þau semja eða hvernig myndir þú útskýra af hverju mælur ekki með straujátt samningum? Þetta eiginlega svona spurningum að finna einhvern balans. Að sjálfsögðu ég fylgjandi því að verkalýðshreyfingin tæki höndum saman að knýja á þjóðfélagsúrbætur, til dæmis úrbætur í húsnæðismálum, halda vöxtum við skefjum fjármagnskostnaði, stuðla því að fjármálakerfið sé að mestu leyti í höndum þjóðarinnar, komi veg fyrir einkavæðingu, komi veg fyrir að auðlindum þjóðarinnar sé stólið af henni og svo framvegis. Þetta krefst þess að verkalýðshreyfingin standi saman þetta. En hættan svo að menn vilji fá eitthvað fyrir sinn snúð, að valdhafarnir vilji fá eitthvað fyrir sinn snúð. Og þegar ég heyrði samningana sem gerðir voru síðast, þessa víðtæku samninga, nefnda lífskjara samninga, þá vissi ég alveg hvað ég hékk á spýtunni. Ert þú á móti lífskjara samningum og bættum lífskjörum ef að þú ætlar að fara eitthvað á skjön við það sem hefur verið ákveðið við hið miðstýrða borð? Þetta hættan. Og hættan svo að í svona miðstýrðum samningum, SALEK, það var ein tilraunin sem gerð var, að í svona miðstýrðum samningum að þá taki sérfræðingar völdin og það farið þá minna fyrir hinum almenna manni og baráttun út af vinnustöðunum. Vegna þess að það hún, sú barátta sem á endanum
tryggir okkur kjarabætur og sem tryggir okkur lifandi samfélag. Ef við setjum alla undir straujárnið, nógu lengi, þá deyr allt, þá lognast allt út af. Og ég hef til dæmis borið saman þennan áratug sem óðaverðbólga geisaði, allt logaði hér í verkföllum 9. áratuginn, sjómannaverkföll, opinberi starfsmenn í verkföllum og svo framvegis í óðaverðbólgu. Þetta var lifandi samfélag. Þetta var lifandi samfélag. Og hættan svo að með því að innleiða skynsemina undir straujárni, ef þú gerir það nógu lengi og deyfir og drepur alla þessa baráttu, þá deyr þjóðfélagið. Þá gerir það deyr líka. Menn segja að við eigum fyrirmyndir af þessu í Danmörku, í Svíþjóð, í Skandinavíu. Ég bara spyr, ekki allt dautt þar? Ekki allt að deyja þar? Og það sem að gerðist hér, hins vegar, með tilkomu Drífu Snædal og Sólveigar Önnu og þessa fólk sem að fóra að reisa baráttu fána, þá lifnaði allt við hér að nýju. Og það var ekki vegna árangur sem að þarna kann að hafa orðið, það var ekki vegna þess að menn voru svo góðir og miklu sérfræðingar í kjaramálum. Nei, það var vegna þess að það var búið að kveikja elda. Það var búið að kveikja elda í samfélaginu. Það var búið að blása fólkinu svona kjark í brjóst. Og það er þetta sem að hreyfir þjóðfélagið. Og ég segi að samfélag sem er í baráttu af þessu tagi, það er lifandi samfélag og það er miklu heilbrigðara samfélag, það er miklu betra samfélag. Það er samfélag sem lætur ekki stela frá sér eignum sínum, sem við erum að byrja að horfa upp á núna að nýju, gerast að fullu, við kannski eftir að ræða það eitthvað á eftir. En eina leiðin til að taka á móti þessu er með lifandi fólki og lifandi baráttu. Eina leiðin. En er þetta að segja það að á þessu tíma þegar þú ert að koma inn í verkefnisbaráttuna snemma á 9. áratugnum, að þá hafi stéttabaráttan verið svona skýrari og meira upp á yfirborðinu, að það hafi verið átök völdin í samfélaginu sem að síðar hefur verið svona duldari. Það sem verið gert eiginlega samkomulag óbreytt valdahlutföll og að svona kjarabæturnar eigi að koma bara hægt og rólega með aukinni landsframleiðslu, aukinni framleiðni, tækninýjungum og öðru slíku, en ekki með baráttu verkafólksins fyrir bættum kjörum og bættu samfélagi. Ég held að það sé svolítið erfitt að bera þetta saman í tímabilum. Ég held að þetta sé fremur háð einstaklingunum sem eigi hlut hverju sinni. Ég nefndi þarna þegar að Drífa kemur til skjalana, þá verður breyting innan ASÍ. Það er ekki nokkur einasti vafi á því. Sólveig Anna kemur með breytingar með sér. Ég horfi til Sonju í BSB og hennar félaga og er að vonast til og sýnist margt stefna í rétta átt þar líka. Þannig að ég sé ekki þennan tíma 9. áratuginn sem hinn gullna tíma endilega og allt svona dekkra núna, alls ekki. Ég sé margt gott í því sem er að gerast núna. Og þetta er náttúrulega vandinn í þessari umræðu allri að þetta er ekki annað hvort eða, þetta er spurningum að finna einhvern balans. Ég er fylgjandi samstöðu, ég er fylgjandi víðtækri samstöðu innan verkalýðshreyfingarinnar, alveg tvímælalaust og vil þess vegna sameiginlegt samningaborð og svo framvegis. En það er einhver landamæri og sem þú átt ekki að fara yfir og þú mátt aldrei ganga svo langt í skynsemin í gæsalöpum að þú slekkur á hinum almenna manni. Það bara má ekki gerast. Að þetta verði svona sérfræðingaveldi, kontorarnir verði sérfræðingaveldi, kontorarnir verði þannig að þú þarft að panta tíma með löngum fyrirvara og ef þú ætlar að fá áheyrn. Þetta má ekki gerast. Þetta er að vera opin samtök með lifandi fólki. Ég er alls ekki að segja að það sé það ekki, en samtökin verða að vera vakandi yfir því að þannig verður þetta að vera.
Grasrótin eigi að stjórna þeim samtökunum og ég Já, að þola, já. að samtökin eigi að þola þau pólitísku átök sem að fylgir því að vera lifandi og virk almannasamtök. En þú talar þetta skiptir máli einstaklingarnir, en að því að ég var að tala þarna villta vinstrið og það líka svona pólitíska stefnur og þegar upp úr byrjun 9. áratugarins og þangað til að þú hættir í BSRB, það eiginlega blómatími nýfrjálshyggjunnar og þú ert formaður BSRB á blómatíma nýfrjálshyggjunnar, þar sem að einkavæðing, útvistun, flutningur verkefna frá hinu opinbera út á hinn svokallaða frjálsa markað á fullu. BSRB var á þessu tíma í harðri andstöðu gegn þessari stefnu, ekki bara hér heima, heldur líka eins og nýfrjálshyggjan þróaðist út í svona fjármálavæddan alþjóðlegan kapítalisma og þið rákuð svona, harða andstöðu gegn þessu. Hvað þú horfir aftur, má ég spyrja þau mikilvægi þessa og árangurinn af því. Hver var árangurinn af þessari stefnu BSRB og baráttu gegn megin straumi tímans sem að það var bara nýfrjálshyggjan var samfélagssáttmálinn sem að gilti á 10. áratugum. Fyrir daga uppþvottavélarinnar þá þvoði móðir minn yfirleitt upp svona leiðtaugið eftir að við borðuðum og gerði það vel og við hjálpuðum til, reyndum að hjálpa til, en alltaf verður diskandi skítugir aftur. Þetta var bara stöðugt verk sem að varð að vinna og ef það var ekki unnið þá hlóðust bara diskarnir upp, væntanlega. Og þannig það í samfélaginu líka. Og það alveg rétt hjá þér að á þessum tíma þá ekki bara hér á landi, heldur heiminn allan, og sérstaklega hinn vestræna heim, hinn kapítalíska heim, þá markaðshyggjan í gríðarlegri sókn. Og við tökum okkur stöðu gegn henni. Og eins og þú nefnir þá beittum við okkur af alefli í þessari baráttu. Við fluttum inn, við sendum fólk út, við sendum fólk út allan heim, við sendum fólk til Nýja-Sjállands, þar sem var svona tilrauna stofa nýfrjálshyggjunar skeið í einkavæðingu. Við sendum menn á ráðstefnur í Evrópu og víðsvegar, en við áttuðum okkur fljótlega á því að það væri skynsamlegra og skilaði meiri árangri að flytja þekkinguna inn. Og við á okkar vegum komum hingað til lands fjöldinn allur af sérfræðingum sem heldur fyrirlestra, komist inn í fjölmiðlana og ég held okkur hafi tekist að svona byrja að vekja samfélagið. Þegar að GATS viðræðurnar fara af stað miðjan 10. áratuginn, General Agreement on Trade in Services, það segja félagsþjónustan, menn að fara inn í samfélagið og markaðsvæðið það. Þá voru Íslendingar byrjaðir að gefa skuldbindingar á erlendri grundu á þess að nokkur umræða hefði farið fram, nokkur einasta umræða hefði farið fram. Við bankuðum upp á utanríkisráðuneytinu, við efndum til funda, við gerðum bæklinga og við breyttum þessu. Menn áttuðu sig á því hvað þarna var að gera. Ég var þá komin inn á þing 1995, flutti trekk í trekk þingsályktunartillögu með útlistunum á því sem þarna var að gerast. En við urðum undir farginu að sjálfsögðu, það alveg rétt. En enga síður þá skilaði okkar barátta sér í aukinni vitund hvað var á ferli með alþjóðavæðingu fjármagnsins. Og þessari baráttu ekkert lokið, henni ekkert lokið. Við sjáum það til dæmis núna með við kannski eftir að ræða þá eftir orkustefnun og hvað að gerast hér í markaðsvæðingu orkunar og hverjir að stíga þar inn á sviðið. Við hefðum þurft að fá miklu meiri stuðning við sem vorum að beita okkur gegn orkupökkunum 1, 2, 3 og svo 4 í vændum en reyndin var en nú fer að renna upp fyrir fólki fljótlega, spái ég, hvað hangir á spýtunni þegar að milliliðirnir eru komnir inn. Þegar N1 komin inn sem milliliður í orkusölu á Íslandi, sem að Skeljungur komin inn sem milliliður í orkusölu á Íslandi, þá fer að renna upp fyrir mönnum hvað þarna hangir á spýtunni. En þetta langhlaup. Við hófum þetta hlaup hér á landi
hjá BSRB með okkar starfi. En það alveg rétt hjá þér að við náttúrulega urðum undir þessu fargi að vissu leyti eins og gerðist allan heim. Við beittum okkur með verkalýðshreyfingunni í Evrópu. Við vorum tókum mjög mikinn þátt í umræðu og baráttu þar. Ekki bara innan dyra, við vorum þar á útifundum og töluðum þar og skrifuðum og ályktuðum og svo framvegis. En það tekur tíma að svona lemja þetta í gegn og berja þessar bumbur. Það var mér mikið ánægjuefni að forseti ASÍ, Drífa Snædal, skyldi taka eindregna afstöðu gegn markaðsvæðingu orkunnar þegar það kom til umræðu hér fyrir fáeinum árum, en það þarf bara fleiri að koma til og það þarf að halda þessari baráttu áfram. En þetta Má ég spyrja þig verðandi, hvernig baráttun haldið áfram? Vegna þess að við sjáum að hinir, andstæðingur almenningsins og verkalýðs sem að reyna að ná völdum í samfélaginu, hafa svolítið svona þróa sínar aðferðir. Það þú nefndir eins og orkustefnuna sem er markaðsvæðing orkunar og það bara einhver tilskipun sem kemur frá Evrópusambandinu og við verðum bara að innleiða þetta nú hluti bara nútímavæðingunni og síðan svona verið að einkavæða vegakerfið og það út af einhverjum ástæðum, út af stöðunni í ríkisfjármálum og við erum bara að gera það og selja bankana, við erum bara að selja bankana, bankasýslan nú að leggja þetta til, þeir eru nú sjá þetta og svo kemur stjórn yfir Landspítalann og hún að fara fram á að verði útvistað bráðavaktinni til klíningarinnar eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það eins og að allra ákvarðanir verði til utan umræðu vettvangsins, að þegar hann kemur inn til dæmis inn á þing eða bara í almenna umræðu, inn í umræðu þættu eitthvað fleira, þá eru þessar ákvarðanir raunverulega löngu búið að taka þær. Þannig að mér langar að spyrja því sem gamals baráttuhundar. Hvaða aðferðir hafa samtök almennings til þess að glíma við þetta að þegar þú nefndir til þess að Drífu og Alþýðusambandið, þegar þau koma að borðinu þá það yfirleitt bara búið að taka þær ákvarðanir, þau sendi inn einhverja greinagerð inn út af einhverju frumvarpi, umsögn í frumvarpinir og þingi, þegar allir vita að það löngu búið að taka þess ákvörðun og það bara það til þess að stoppa hana þá þurfum við að ná meira en 40.000 manns á Austurvöll vegna þess að ríkisstjórnin hefur sýnt það að hún getur staðist 25.000 manns á Austurvelli, hún getur staðist undirskriftasafnanir 85.000 manna, hún getur staðist alla borgaralega ólíðnis aðferðir þar sem almenningur láta vilja sinni í ljós, að hún getur staðist þetta. Þannig að spurningin, hvaða baráttu aðferðir duga til þess að snúa við þessum straum tímans þar sem að hægt og bítandi eru öll grunnkerfi samfélagsins brotið niður og völdin flutti yfir á hins svokallaða markað? Ég held að það sem við þurfum að skilja og fólk þarf að skilja að við getum alveg ráðið þessu. Við getum ráðið þessu. Og það hins vegar rétt hjá þér að til þess að draga úr okkur máttinn og móðinn, þá látið líta svo út fyrir þetta sé allt vélrænt, þetta allt búið, þetta allt ákveðið og við fáum einhver heift. Auðvitað þetta breyta þessu öllu saman. Það þetta breyta þessu öllu saman. Og hér vorum við að tala villta vinstrið. Við vorum að tala fámennan hóp og svo framvegis. Þannig hefur það vissulega verið, að það hefur ekki verið íkja stór hópur sem að berjast gegn þessum öflum. En ef þú nú ferð að kanna það, hver vilji almennings á Íslandi til, við skulum segja, heilbrigðisþjónustu, hvernig ég reka hana, nær allir vilja almannarekna heilbrigðisþjónustu. Hver vilji og afstaða manna til kvótakerfisins? Hver skyldi það vera? Það þjóðin meir og minna sammála. Þegar að það síðan gerist, að farið að benda á hagsmunatengslin, þjófnaðinn, óheiðarleikann, samfélagslegu áhrif þessara kerfa, hvað gerist þá? Þá náttúrulega brotist inn hjá mannlífi. Þá farið að ofsækja Helga Seljan. Þá farið að taka þá sem að benda á þennan veruleika og draga hann upp fyrir okkur, ofsækja þá.
Julian Assange á heimsvísu. Og hvað segir þetta okkur? Þetta segir að það sem að menn óttast mest skilningur á veruleikann. Það það sem að menn óttast mest. Þá það líka skilaboð til okkar. Það að koma þessum skilningi á framfæri og opinbera þennan skilning og standa með þeim sem að leiða hann fram, standa með Helga Seljan, standa með þeim sem að rakkaðir niður þegar þeir reyna að leiða þennan veruleika í ljós, vegna þess að það þessi sannleikur opinberaður sem menn óttast mest. Því að þeir vita það, þeir sem fara með völdin í landinu, þeir vita það að við erum ekkert fá. Þetta almanna vilji á Íslandi. Almanna vilji á Íslandi gegn kvótakerfinu, gegn fámennisvaldi, gegn því að auðlindunum verði stolið frá okkur. Þetta veruleikin. Og þegar að menn skilja þennan veruleika, þegar menn skilja kraftin að baki þessum veruleika, ég meina þá getum við breytt öllu. Það vita hinnir. Þess vegna ég að spyrja þig, hvernig breytum við þessu? Vegna þess að þetta allt rétt sem þú segir, að sko almenningur vill ekki að 5 fjölskyldur eigi fiskimiðin, en samt það svo. Almenningur vill ekki einkavæða vegakerfið, en samt það svo. Almenningur vill byggja upp opinbera heilbrigðisþjónustu, samt það ekki gert. Almenningur vill ekki að auðkýfingur kaupi upp Vopnafjörð, samt gerist það. Og svo getum haldið svona áfram, þannig að alveg sama hvað almenningur vill eða heldur eða hver afstæðan sér, það bara þannig að önnur öfl í samfélaginu ráða og fara sínu fram. Og þá spurningin hvernig breytum við þessu? Við erum að því núna. Við erum að ræða þessi mál hérna núna. Ég meina, hvað samstöðun að reyna að gera? Hvað samstöðun að reyna að gera þegar hún að kalla til fólks úr verkalýðshreyfingu, úr skólum, af vinnustöðunum og ræða þessi mál? Hvað hún að reyna að gera? Hún að reyna að virkja þennan þjóðarvilja. Hún að reyna að færa þennan veruleika fram í dagsljósið og virkja okkur öll. Og mér finnst þetta vera mjög gott. Og það í þessu sem við megum aldrei gefast upp í þessu. Vegna þess að ef við missum ekki móðinn, þá verður sigurinn okkar á endanum. Ég alveg sannfærður það. Þannig að við erum með því sem við erum að gera núna og hvetja aðra til að gera, þá erum við að taka þátt í að breyta þessu. Ég spurði því upp að við svolítið svona hvað hún kæmir og þú varst orðinn sósíalisti ungur maður og svo lýstið þú þessu svona að þú slysast inn í verkalýðsbaráttu. Þú bara valinn til forystu í félagi fréttamanna og svo hægt og bítandi þá þróast þetta, svo ferðin á þing og svo verður ráðherra og hættir þá í BSRB. Þú hafðir verið bæði þingmaður og formaður BSRB í töluvert langan tíma og svo kemur vinstristjórnin svo kallaða 2009 til 2013. Og þá upp úr því eins og Ögmundur sem hefur farið frá því að vera svona frílið í baráttunni, að taka þátt í spjalli eins og við erum með núna, þá til að taka þátt í henni formlegri baráttu, formlegri verkalýðsbaráttu, formlegri stjórnmálabaráttu, sestur niður í ríkisstjórn og fara með ríkisvaldið, að þá eins og Ögmundur verði fyrir einhverju sjokki og hann hættir eiginlega í stjórnmálum og fer aftur yfir því að reyna að hafa áhrif á samfélagið með fundaröðum til róttækrar skoðunar og annars líkt og sömuleyti kannski þráðurinn í bókinni svolítið það að kannski sé hægt að hafa meiri áhrif með því að vera utan hinna formlegu baráttu. Kemur út úr stjórnmálunum og því að fara inn í baráttuna og skýtna svolítið út í því, það þurfa að gera alls konar samninga og málamiðlanir og eitthvað fleira. Kemur þau svolítið svona, hvað ég að segja, særður út úr þeirri baráttu? Mistur þú trú á henni formlegu stjórnmálabaráttu? Nei, ég kem ekki særður út úr því en það alveg rétt hjá þér að mér finnst þingið vera komið svolítið úr tengslum og svolítið meira en svolítið, mikið úr tengslum við þjóðina. Sko, ég hef stundum haft þá kenningu og hef þá kenningu að það til eitthvað sem heitir pólitískur pendúll
og þessi pólitíski pendúll, hann hefur á síðustu áratugum verið að færast mikið til hægri. Markaðshyggjan hefur verið í gríðarlegri sókn en málsvarar félagshyggju í vörn. Og ég vil snúa þessum pendúl tilbaka. Og ég var komin á það skoðun að ég gæti ekki á svona markvissan hátt, fannst mér, tekið þátt í þeirri baráttu innan þingsins og ég vildi prófa annað, sem sagt, að virkja mína krafta utan þingsins. Og þess vegna fór ég að efna til þessara funda sem hún efnir til róttækra skoðunar. Við vorum komin af stað með fundaröðun kvótan heim, sem að nú ekki, það er ekki búið að ljúka þeirri fundaröð, en vorum hraktir sem sagt af vettvangi, vorum komin með fundi, við vorum nú saman í því, byrjuðum í þjóðmenningarhúsinu, hvað var það, 2019 og vorum konið til... Það er ekki 2020, það er bara stuttu fyrir COVID, svo skall á COVID. Já, 2020 og svo fórum við Þorlákshöfn og Akranes og Ólafsvík og ætluðum að fara landið og fórum síðan yfir á svona YouTube þætti og eigum síðan eftir að taka upp þráðin þar að nýju í einhverju formi, það er alveg klárt mál að við munum gera það. En þá sem sagt ég komin inn í þessa afstöðu, nú fer ég bara út í þjóðfélagið og reyni að hafa áhrif með öðrum hætti vegna þess að þessi tíðarandi sem að menn kalla stundum svo, hann er ekki búinn til enn á Alþingi. Hann er búinn til bara í samræðum þínum við börnin þín og fjölskyldu og kennari að tala við nemendur sína, fólk á vinnustað að ræða saman. Þetta er tíðarandi, hann verður til þarna, tíðarandinn verður til þarna og hann ákveður hvað stjórnmálin eiga að komast upp með, hvað stjórnmálin mega gera. Hægri menn hefðu aldrei komist upp með að gera það sem þeir hafa gert á síðustu áratugum, svona upp úr miðri síðustu öld. Aldrei komist með það. Þjóðfélagið hefði ekki lyfta. Og það er þessu sem við þurfum að breyta. Við þurfum að gera það gersamlega ómögulegt fyrir stjórnmálamenn að braska á þann hátt sem við erum að verða vitni að núna, hérna í Reykjavík til dæmis. Altså verktakar fannir að braska hér með almannaeignir, fjárfestar að stela af okkur hérna orkunni okkar, vilja komast inn í alla innviði og auðlindir. Við þurfum að búa svo hnútana að þetta sé ekki leyfilegt. Við þurfum að setja þeim þarna stólinn fyrir dyrnar og til þess þarf að breyta þessum tíðaranda og til að breyta tíðarandanum þá þarftu lifandi samfélag. Og þegar þú talar verkalýðshreyfingun og grasrótina, hlutverk forystu verkalýðshreyfingar er að næra þessa grasrót, ekki að hræðast hana, næra hana, þannig að hún verði lifandi og lyfti þeim og lyfti þessari baráttu. Og það er þetta sem þarf að gerast og ég vil taka þátt í þessari baráttu. Ég er ekkit laskaður á sálinni eftir mín störf, hvort sem er á þingi eða utan þings, alls ekki laskaður. Ég er meira að segja, ég hafi síst dregið úr mínum baráttu vilja, hann meira að segja kannski orðin ákafari, ég er eldast, ég hef minni tíma. Ég hef ekki tíma til að bíða eftir þessu eins og áður var. Þá var ég fullur bjartsýni, Gunnar Smári, á að heimurinn gæti ekki annað en batnað. Ég trúði því. Þetta er allt fram á við. Og að mörguleyti var 20. öldin góð, þrátt fyrir allar ófarir og styrjaldir og hungursneyðar og ofbeldi og svo framvegis. Þá var hún að mörguleyti góð. En núna stöndum við frammi fyrir miklum hættum. Lýðræðið er í hættu og misskiptingin er að aukast, þannig að nú þurfum við sem aldrei fyrr að safna liði og það góða sem við höfum í farteskjunni inn í þá baráttunni er vitneskjan að almenningur er með okkur. Við erum engin minnihluta hópur.
Við erum ekki minni hluta hópar að tala gegn kvótakerfi. Við erum ekki minni hluta hópur sem ætlar ekki að láta stela af okkur raforkunni og vatnsveitunum og spíturunum. Við erum ekki minni hluta hópur, alls ekki. Við erum meiri hluti þjóðarinnar. Og þegar að þessi sannleikur kemur í ljós, hvað er byrjað að gera? Það byrjað að slökkva á þeim sem að upplýsa. Það er það sem gerist. Þetta vísar svolítið í sikkur áttina sem þú ert að segja. Annars vegar er það að almenningur vill ekki fara þá leið sem að stjórnvöld að fara með samfélagið, ekki bara hér heldur út allan heim. Og þú telur styrkin í því og svo segir að miðja síðustu öld og upp á miðri síðustu öld hefði þetta aldrei verið hægt vegna þess að þá var alþýðan og launafólk betur með sterkari baráttutæki líklega. Þá var verkalýðshreyfingin kannski betri. Þá við erum núna að tala í samstöðinni sem svona jaðarmiðill einhvers staðar á öldum internetsins, en þá voru til Þjóðviljinn og Alþýðublaðið og þegar þú komst inn í Ríkisútvarpið að þá mátti ráða sósíalist eins og þig, ég held að það sé bara ekki gert í dag, þá til þess að var hægt að ráða boga, þá var það ráða Ögmund til þess að gæta einhvers jafnræðis, en núna er bara bogar inn í Ríkisútvarpinu. Þannig að einhver leyti þá hefur vinstrið tapað þeirri stöðu sem það hafði og upp úr miðri síðustu öld þegar það gat haft áhrif á mótur samfélagsins, byggt undir réttindi og lífskjör almennings, byggt upp almenna heilbrigðisþjónustu, almenn menntakerfi, almannatryggingar og allt það sem er gott í samfélaginu okkar. En núna þú, fyrrverandi formaður BSRB, alþingismaður og ráðherra, komin með svona fundaraðir að ferðast um landið og svo slegin af út af að má ekki alltaf funda þegar COVID. Þannig að þetta er staðan er veikari, þótt að þú sért að reyna af öðru orðinu að lýsa eins og hún sé sterkari. Vegna þess að andstæðan er náttúrulega orðið meiri, vegna þess að óréttlæti fer vaxandi, þess vegna andstæðan meiri, en andstæðan finnur sér ekki farveg. Hún hefur ekki sömu svona baráttutæki nú en hafði áður. Hvað séu þessu? Ég held að þjóðarviljinn ég er að tala þjóðarviljan núna og ég er að tala þjóðarviljan fyrir á tíð. Hann var sambærilegur en það sem að vantar er að þeir sem að halda valdataumana að þeir séu sama sinnis. Eftir baráttu sem háð eftir kreppurnar miklu 1930, 27, 1930, 31 þá fer vinstrið á mikið flug, verkalýðsbarátta eflist og svo samfélagsvitund sem að þessi barátta leiðir af sér, að hún skilar sér inn til valdastólana líka, hún gerir það. Þegar að Thatcher kemur til valda undir 1980, þá ég á sjónvarpinu og þá get ég sagt þér það að ég spáði því að dagar Thatcher yrðu senn taldir og það var þegar ég fór að fylgjast með atvinnuleysistölunum. 500.000 atvinnulausir urðu að 1.000.000 atvinnulausum og ég sagði nú eru dagar hennar senn taldir. Svo kom 1,5 atvinnulausir, 2 milljónir. Nú hlýtur hún að fara að falla, sagði ég. 2,5, 3 milljónir atvinnulausar í Bretlandi og hún hélt völdum. Hvað hafði breyst? Og hvað var rangt í mínu mati? Það sem hafði breyst var það að voru miklu fleiri sem höfðu vinnu og var sama. Þetta var ekki svona fyrir á tíð. Þá var samfélagið vegna baráttu verkalýðsins meðvitað mikilvægi þess og réttmæti þess að tryggja fulla vinnu. Þessi vitund, hún var bara svona þverrandi. Hún var þverrandi þegar á dögum Thatchers og núna eru menn aðalega spekulir í því svona hver arðsemin í þjóðfélaginu og þetta er það sem að fjölmiðlar er að tala og það sem að verkalýðsbaráttan núna hins vegar að innræta okkur að nýju, það réttindi launafólks til vinnunar, til mannsæmandi kjara, til vinnuumhverfis og svo framvegis. Þetta að koma aftur. Og þá mun það skila sér á endanum inn í allt valdakerfi líka. Og það þetta sem ég á við með tíðarandanum, að þurfa að breyta honum,
þannig að samfélaginu verði ekki sama þó að verði 3 milljónir atvinnulausra í Bretlandi eins og því var orðið upp úr 1980 var ekki áður, var ekki miðjöldina, alls ekki, vegna baráttu verkalýðshreyfingar og félagslegra afla. Þessu þarf að breyta. Þetta, því þú nefnir þetta, þá að ég þetta þvælst fyrir mig svolítið undanfarið, hver svona staðan á samfélaginu og lýsingin á Thatcher árunum hvernig var hægt að samfélagi gat þolað 3 milljónir atvinnulausra með því bara að snúa sér að sjónarmiðu þeirra sem að hafa vinnu. Mér finnst þetta að vera að gera til dæmis á Íslandi í sambandi húsnæðismál, þar sem ljóst að kannski 20% af þjóðinni líður kvalir vegna óhefts leigumarkaðar sem að grafa undan lífskjörum fjölskyldnanna og þarna eru kannski 20.000 fjölskyldur, 50.000 manns sem að lifa á húsnæðismarkaði sem að gera þeim eiginlega ómögulegt að lifa þar sem að heitir sómasamlegu lífi. Síðan kannski 10% sem að græða á þessu ástandi, eiga auka íbúð í Hlíðunum eða eiga hlutabréf í einhverju braskfélagi sem að að græða á þessu. En síðan eru 70% sem að hafa kannski komið sér í vind í húsnæðismálum. Og mér finnst það eitthvað skrítið við samfélag. Það sem ekki verið að ræða vanda 20%. Heldur verið að tala húsnæðismál sem að við hæfi þeirra 70% sem í einhverjum sérstökum vanda í húsnæðismálum, sem þá bara verið að sýna arkitektatekníkar, hvort það vera gras á þakinu og heglureitnum, hvort það vera svona torg þarna upp í Þingholtunum eitthvað svoleiðis. Húsnæðismálin eru byrjað að snúa að þeim sem í einhverjum vanda, á meðan að það skilið eftir fólki sem í stórkostlega vanda. Og ég verið að hugsa, þegar ég komst til Vits og Ára, sem var aðeins og eftir þér, að þá man ég ekki betur en að stjórnmálumræðan bara fyrir á hægrimönnum öllum hafi verið þannig að þú gast ekki tekið þátt í umræðu í samfélaginu nema að taka tilliti til þeirra sem að höfðu það verst. Það var bara nafnið á leiknum. Núna virðist það verið breyst og nafnið í leiknum er þannig að þú átt að tala samfélagsmál út frá sjónarmiðu þeirra sem hafa það best eða hafa það allavega ekki slæmt. Og í öllum umræðu þáttum í ríkisjórnarpinu eru alltaf þáttastjórnendur sem alltaf hrópandi yfir sig. Við höfum aldrei haft það eins gott. Og það þýðir það náttúrulega að þau eru bara að tala inn í þessi 70% sem að öllu getum kannski bara 30% sem að þau eru ávarpa. En hinir sem eru að þjást í samfélaginu og hafa það slæmt eru bara skilin eftir í myrkrinu. Þau eru ekki inn í almenn umræðu. Þetta er svona upplifun mín á umræðinni svona síðustu vikur og mánuði. Þetta er bara mergur málsins. Herðu, það eru komnar hingað af því við erum svolítið að tala valdabaráttuna í samfélaginu, þá eru hingað komnar formenn og forsetar samtaka sem að, ætlaðist ekki svona nálægt 200.000 manns sem eru samanlagt í Alþýðusambandinu, BSRB og Öryrkjabandalaginu, kannski rétt tæplega, sem eru þá fulltrúar almennings og við Ögmundur höfum svolítið verið að tala svona átökin í samfélaginu, hverjir stýra umræðinu, hverjir fara með völdin í samfélaginu, eftir hverjum, hvaða hagsmunir það sem að leiða baráttuna og hvað stjórnvöld og þeir sem að fara með völdin eiga raunverulega auðvelt með að fara raunverulega gegn vilja megin hluta samfélagsins. Hingað eru komnir Drífa Snædal, forseti Alþýðusambandsins, Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB og Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalagsins. Verið velkomnar. Takk. Núna verið freistandi að halda áfram með umræðuna við Ögmund á svona frumspekilegum nótum, en það er ekki eðli þessa þáttar. Nú ætlum við að skella okkur bara í fréttir vikunar. Það vill svo til að eina fréttir vikunar eru eiginlega frá Drífu og Sonju og þeirra samtökum sem eru að þriðjungur vinnandi fólks glímir við erfiða fjárhagsstöðu. Þetta verður kallað í útlöndum working poor, að það dugar ekki lengur að vera með vinnu og það dugar að þú ert samt að glíma við fátækt. Sem að því við töluðum áðan svolítið það hver hefur verið draumur eftir því árana, var það að við værum á leiðinni til góðs samfélags og klárlega var draumur sá að ef þú hefði vinnu, að þá gætirðu búið þér og fjölskylduðinni sómasamleg lífskjör. En svo er bara ekki á Íslandi í dag, Drífa Snædal. Nei, þetta sýnir svo sannarlega þessi rannsókn sem við vorum að gera eða varða, rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins var að gera í síðustu viku og birta. Og þetta er náttúrulega bara rosalega stór hluti af hlutverki okkar í verkalýðshreyfingunni, það er að birta stöðuna eins og hún er
nákvæmlega og með þessum rannsóknum þá náum við mjög góðan hóp og náum til hópa sem eru jaðarsettir í samfélaginu til þess að greina þeirra stöðu og þar erum við að tala innflytjendur sem eru í rosalega erfiðri stöðu á hinum almenna leigumarkaði, eru í verslunustörfunum, eru fyrstir til að fara og síðan er staða kynjanna mjög misjöfn og að tala stöðu kynjanna orðið nánast eins og eitthvað suð, sko, að tala launamisrétti eða að konur mennti sig en fá ekki karlar njóta menntunina betur heldur en konur í launum og svo framvegis. Einstæðar mæður eru fleiri en einstæðir feður og svo framvegis. Þannig að maður þarf stundum að minna sig á það að þetta ekki suð, þetta raunveruleiki og þetta raunveruleiki sem við þarf að taka á. En það sem ég finnst einhvern veginn sem situr eftir þessar niðurstöður sem voru nokkuð svakalegar af því að það glymur á okkur náttúrulega að það hefur verið kaupmáttaraukning þannig að það er búið að tala það almennt í samfélaginu að fólk hafi það betra heldur en fyrir ári síðan en það ekki svo í öllum hópum og þessi tengsl á milli sko fátæktar og húsnæðis og heilsu hvergi jafn sýnilegt svona í statistíkinni eins og í þessari könnun. Það að segja, þegar þú ert fátækur að þá ertu í húsnæðis óöryggi og óöryggi, hvort sem það er framfærsla eða í húsnæði, að það kemur niður á andlegri og jafnvel líkamlegri heilsu. Þannig að þetta sko lýðheilsumál að hækka lægstu laun og að taka á húsnæðismarkaðinn. Þannig að þetta ekki bara hardcore kjaramál, þetta er beinlínis lýðheilsumál. Og þannig hefur nú oft verið farið í stór húsnæðisátök, að líta á þessu lýðheilsumál og útrýma óhollu húsnæði. En andleg vanlíðan við það að vera búa ekki við öryggi, þá ekki vanmeta hana. Sonja, tæpur þriðjungur vinnandi fólks sem í ASÍ og BSRB, það yfir 50.000 manns. Síðan Sigríður Harpa með okkur, hún getur örugglega komið með 15.000 öryrkja sem í erfiðri fjárhagsstöðu. Við getum örugglega tekið 25.000 eftirlaunafólk sem í fjárhagslegum erfiðleikum. Þannig að við erum kannski komið með 90.000 manns og svo í kringum það fólk börn og annað slíkt. Þannig að af fullorðnum einstaklingum 90.000 manns þriðjungurinn, en þetta gríðarlegur hópur og ég langar bara að spyrja, þetta merki þess að við erum á svona alvarlega rangri leið í samfélaginu, að við þurfum að breyta kúrs eða hægt að lagfæra þetta með einhverjum svona plásturs aðgerðum? Ef við skoðum út frá áður en að varða birti þessa könnun að þá sá að það var fjórðungur launafólk sem átti erfitt með hann og endur saman og var 50% atvinnulausra og síðan var það 80% öryrkja en 90% einhleypra eða einstæðra foreldra í hópi öryrkja og núna hefur þá talan hækkað varðandi launafólk þannig að það þriðjungur eins og þú segir og svo ef maður brýtur þetta niður og fer frá nánar ofan í þessa tölur að þá erum við að sjá að það 60% einstæðra foreldra sem eiga erfitt með hann og endur saman og þeir hópar sem koma okkar vestur út í rannsókninni eru þá einstæðir foreldrar og innflytjendur og síðan ungt fólk og ég held að kjarninn í þessu sé einmitt svolítið eins og þegar við erum að fara inn á að það ekki verið að horfa til þessara hópa og þess vegna ekki verið að beina markvið stuðningnum þangað sem að mest þörf á honum og þetta einhvern veginn eins og þetta sé bara týndir og gleymdir eða ósýnilegir hópar og hvort sem að það til dæmis varðandi einstæðu foreldrina einhverjir gamlir fordómar en það blasir líka við í þessu að það þarf vel að 2 til þess að reka heimili og þá erum við komin á þann stað til dæmis að við sjáum þetta svo sérstaklega í gegnum tölfræðina varðandi konur að við erum ennþá á þeim stað að berjast fyrir fjárhagslegu sjálfstæði kvenna og þær geta einfaldlega staðið undir sínum grunnþörfum og barna sinna. Stærsta einstaka atriði eins og Drífa segir þetta bregðast við varðandi húsnæðismálin og við erum svona vonast til þess að það allavega samtal fari í gang við stjórnvöld núna. Við höfum verið að byggja upp Bjarg og Öryrkjabandalagið sömuleiðis verið með Brynju og stúdentar hafa verið með sitt prójekt en svo líka spurningin
hvort það þurfi ekki eitthvað meira til, þú veist, ef að fara að horfa til þess að ég að fara að hækka tekjumörkin á þessum hópum, þetta sem sagt öll þessi húsnæðisfélög eru að byggja á grundvelli laga almennar íbúðir. Við sjáum það líka annars staðar í öðrum löndum að þá einfaldlega ríki og sveitarfélög sjálf að byggja. Og eins og Drífa hefur svo margoft sagt, ég held að hún ekki sagt að þetta skiptir núna, að það niðurstaðan af okkar tilraun í húsnæðismálum að markaðurinn ekki að fara að leysa þessi mál. Alveg sama hvort að greiningarnar verði betri eða hvað verður gert til þess að varpa betri sýn á stöðuna. Og síðan þá maður horfir til þess hvað fljótvirkasta leiðin til þess að skila peningum þangað sem að neyðin mest, að þá það auðvitað gegnum barnabótakerfið eins og það í dag. Það hefur hins vegar þróast þannig og við höfum mótmælt því að það verulega fyrst og fremst styrkur til þeirra sem eru með lægstu tekjurnar og við viljum sjá meiri þeki í þessu. Þetta á bara að vera styrkur til barna. Ef að við höfum bara einhver ákveðna fjármuni til skiptana hverju sinni, að þá að sjálfsögðu að beina helst til þeirra sem eru með minnsta milli handana, en það ekki verið að gera eins og staðan í dag og þessar tölur sýna það. Og síðan má þetta velta fyrir sig bara kökunni í heild sinni. Við sjáum til dæmis það að vera að samþykkja framhald á verkefninu Allir vinna, sem ef ég man rétt í kringum 7,6 milljarðar og það virðist ekki vera brýn þörf á því að til dæmis hefur verið að taka þann pening til þess að auka í barnabætur til þess að bregðast við stöðunni núna og síðan fara í heildarendurskoðun á stuðningi við barnafjölskyldur. Og það sem að mér finnst kannski hvað mest sláandi ef ég held mig áfram bara við fjárhagserfiðleikana, þegar könnunin tala náttúrulega líka álag heima fyrir og í vinnunni, raunverulega þetta atriði að við erum bara að tala um grunnþarfir og við erum að tala um ótrúlega hátt hlutfall fólks sem að næri ekki að sinna grunnþörfunum, fæði, klæði, húsnæði og við erum ekki þá einu sinni byrjuð á umræðinni að tryggja jöfn tækifæri og jafna möguleika af því að það sem kemur enda líka fram í könnuninni þetta að börn einstæðra foreldra eru síður að taka þátt í tómstundum og íþróttum og svo framvegis. En fyrir utan það, ef við tökum bara kostnaðan varðandi að taka þátt í íþróttum, þú veist, ferðalögin, fatnaðurinn og alls konar sem leggst til, sömuleiðis bara í skólunum, skólamáltíðirnar eða taka þátt í einhverju sem að gerast þar og að koma með einhverja borga fyrir hverju sinni, afmælisveislurnar og bara þessi daglegu punktar. Þannig að ég held að stóra atriði sé að greina hvernig þú ætlir að koma stuðningi betur til þess að hópa þannig að þú getur lifað mannsæmandi lífi, ekki bara sinnt sínum grunnþörfum. Má ég spyrja ykkur Drífa og Sonja áður en að ég færi mig til Þuríðar Hörpu. Þegar þið skoða hvaða hópar þetta eru, að þá gæti maður hugsa sér svo að þetta eiginlega merki þess að svona grunnstuðningskerfi samfélagsins, fyrir utan launin sem eru saman í samningum, séu að bresta því þetta eru hópar sem að svona bótakerfi og eitthvað fleiri ætti að grípa. Þetta eru einstæðir foreldrar sem eru merki þess að við erum ekki með barnabótakerfi sem að verða. Þetta eru innflytjendur sem ekki geta reitt sig á óformlega stuðningskerfi samfélagsins og það þá merki þess að þið formlega stuðningskerfi eitthvað alvarlega veikt ef að þeir sem ekki njóta stuðningsfjölskyldu sinna falla niður í fátækt. Þetta er ungt fólk sem svona jaðri húsnæðismarkaðar og jaðri vinnumarkaðar. Þetta eru leigjendur sem njóta ekki verndar ríkisins til þess að halda aftur af hækkun á leigu eða stuðnings til þess að mæta okurleigunni sem þeir eru að mæta. Þannig að það eins og það sé frekar merki þess að svona grunnsáttin í samfélaginu að ríkisvaldið lyfti þeim hópum upp sem að standa veikt að bresta eða hefur brostið. Frekar heldur en að þetta sé vandamál sem eigi að leysa með svona almennum launahækkunum og öðru slíku. Drífa, má ég spyrja þessu? Já, þetta er rétt greining og við höfum nokkur tæki svona í samfélaginu til þess að jafna kjörin og koma þannig fyrir að allir lifi sómasamlegu lífi og það er skattkerfið, þar sem þeir sem afla meiri tekna og þeir greiða meira og það stendur undir velferðarþjónustunni. Síðan það þessi tilfærslukerfi sem við verðum að tala um. Það eru húsnæðisbæturnar, það eru barnabæturnar, vaxtabæturnar. Öll þessi tilfærslukerfi hafa látið mjög hressilega á sjá.
Þannig að barnabætur eru nánast orðið svona fátæktarstuðningur. Það er reynda búið að bæta í núna í tvígang síðustu 3 árin. Vaxtabótakerfið er nánast bara búið og dautt. Við vitum það sem keyptum okkur íbúð fyrir aldarfjórðungi síðan að það munaði heldur betur minna í vaxtabótunum. Það gerði bara fólki kleift að standa við sínar afborganir. Þannig að öll þessi tilfærslukerfi hafa fengið einhvern veginn svona úreldast og það er ekki gott. Síðan er náttúrulega annað sjónarmið að hvort þessi tilfærslukerfi eigi að vera til yfir höfuðið eða hvort við ekki bara hafa almennileg laun til þess að þau eru ekki að vera með tilfærslukerfi. En auðvitað erum við alltaf með einhvers konar jöfnunarkerfi í samfélaginu, hvort það heitir skattkerfi eða hvað það heitir. En síðan eru náttúrulega bara, maður endar alltaf á húsnæðismálum og ég ætla bara að taka undir með Sonju að þessi tilraun að láta þeim frjálsa markað sjá húsnæðismálin og hún er úr sig gengin. Það þýðir ekki lengur. Húsnæðismál eiga að snúast húsnæðisöryggi, gott húsnæði á viðráðanlegum kjörum en ekki snúast það að fjárfestar geti séð þarna möguleika til að ávaxta sitt pund. Það er bara algjörlega búið að snúa þessu á hvolf. Þannig að það er auðvitað það sem að drepa fyrst niður fæti og þá erum við að tala húsnæðismál í stóru samhengi. Við erum að tala framboð, við erum að tala húsaleigubætur, við erum að tala vaxtabætur, við erum að tala að skipta áhættunni af hækkun lána á milli lánveitenda og lántaka, hvort sem það er í gegnum verðtrygginguna eða vexti eða hvað. Þannig að það er svo víða hægt að drepa niður fæti í húsnæðismálum og það þarf svo óbúslega stort átak, en fyrst og fremst þarf hugarfarsbreytingu stjórnvalda að sammælast það að húsnæði sé til að tryggja húsnæðisöryggi fólks en ekki fyrir fjárfesta eða verktaka. Sonja, áherslan verkalýðshreyfingarinnar er hún á að einu sem var að kalla öryggisnetið í samfélaginu, ég hef náttúrulega heyrt það hugtak. Það er á þessu tímabili sem við Ögmundur voru að tala svona upp á miðri síðustu öld, að hvernig þetta byggja upp gott samfélag, þá var að tala svona öryggisnet að enginn myndi falla niður, en þarna er dæmi að fólk er að falla niður, svo þetta sé með fulla vinnu. Er það verkefni verkalýðshreyfingarinnar á næstu misserum að styrkja öryggisnetið? Já, það er alveg að hreinu, en ég held að kjarninn í því sé svolítið eins og þeir eru búin að vera að koma að er að það má ekki vera meginstrums hugmyndafræðin að fólk geti lyft sér upp og fátækt eða hver sé sinnar gæfu smiður. Þegar verkalýðshreyfingin hefur þetta barast fyrir sig gegnum áratugina og allavega undanfarin ár að þá hefur viðkvæðið alltaf verið en jöfnuður hvað mestur hérna á Íslandi og þá er eins og umræðan bara stoppið þar og ná ekki lengra að þá sé ekki tilefni til að skoða neitt svona frekara þegar raunverulega séu bara einstaklingarnir sjálfir sem að geti bjargað sér út úr þessu og eigi að gera það. En ég held að við hljótum að sjá miðað við tölurnar sem að könnun vörðu sýnir, bæði fyrir launafólk og öryrkja, þetta er eitthvað kerfisbundið. Það er ekki að færi neinna einstaklinga að breyta þessari stöðu. Þannig að svona fyrsta mikilvægasta verkefnið er auðvitað með því einmitt með gögnum og tölum eins og verið að gera í könnunni er að vekja athygli á þessu til þess að það geti orðið einhvern veginn grundvöllur umræðunar. En eins og sjáum líka núna að það auðvitað áherslan er búin að vera eins og gegnum faraldurinn að mínum að þetta er langmest á því hvernig við björgum fyrirtækjum þannig að þau haldi lífi og það er alveg svona skiljanlegt hagstjórnar sjónarmið en það hefur að samaskapi alveg gleymst eða ekki gleymst, það hefur allavega ekki verið hlustað á þau sjónarmið eða kröfur okkar að bregðast við mismunandi stöðu fólks og þegar að staðan er einfaldlega versna en öll fjölmiðlaumræða einkennist einhvern veginn að því að það sé ekkert svigrúm til launahækkana, kaupmáttur hafi aldrei verið meiri, launin sé eitthvað hæst á Íslandi og þetta gleypir allt, að þá þetta er eitthvað verkefni að vinna. Einhvern veginn það sem maður óttast líka eins og þegar maður skoðar stjórnarsáttmálann eða fjármálastefnuna eða þessi plöggöll sem eru svolítið grundvöllurinn að ákvörðunum framtíðarinnar og einhverju leiti þessu hvernig verður Ísland 2.0 eða hvernig verður Ísland eftir COVID að þetta
þetta tala svo sem út frá hugmyndafræði og sjónarmiðum verkalýðshreyfingarinnar og félagshyggjunni en þetta að sama skapi, það er eins og vogin svona sé jafn þungi í báða enda að styðja svona einstaklingsframtakið og markaðshyggjuna frekar og bara þetta frelsi. Þannig að ég held að, þú veist, kjarnin í baráttunni framundan einhvern veginn að ná í gegn þannig að meginstraumurinn verði ekki bara við ætlum að hjálpa einstaklingnum, heldur að við ætlum að vera við aftur, við ætlum að vera samfélag og við ætlum að standa saman og auðvitað vonast maður til að þegar eina leiðin í gegnum svona faraldur í samstöðu og við kannski komum inn að eftir að það nú kannski aðeins að hólast þar, að fólk læri af því og vilja leggja þetta grundvallar í svona fleiri málum. En ég held að þetta verði ekki gert nema með bara gríðarlegum þrýstingi frá massanum, þú veist, frá samfélaginu öllu. Þurfur Harpa Drífa talaði að svona bóta endurgreiðslur út úr skattkerfinu hefur svona úrelst, tók meðal annars dæmi vaxtabótakerfinu sem eitthvað alveg kostuleg saga því að peningarnir sem áður fóru í vaxtabætuna þeir hafa verið notaðir í hlutdeildarlán sem eru lánaðar ungu fólki til þess að kaupa húsnæði á stjórnlausum húsnæðismarkaði þar sem fasteignaverðið hækkar og alltaf. En þetta eru peningar sem þeir sem að fá þetta eiga svo að borga tilbaka. Þú veist, með tímanum, þannig að þetta eiginlega lán, þannig að það sem áður voru styrkur til almennings orðið að láni. Öfugt við það sem veitt síðan út til fjármagns og fyrirtækjaeigenda, það allt sem að beini styrkir, þó svo að séu náttúrulega miklu frekari dæmi það víða heim að stuðningur við atvinnufyrirtæki séu í formi hlutafjár eða eitthvað slíkt þannig að almenningur geti fengið tilbaka ef að fyrirtækin jafna sig og standa sig. En ég ætlum að spyrja þig þetta með úreldingu bótakerfa eða öryggisnetsins að öryrkjar hafa náttúrulega gengið í gegnum það frá því í hruni þegar að varð það sem að þið kallið kjaragliðnun eða gliðnun á milli lægstu launa og örorkubóta að lægstu launin hækkuðu en örorkubæturnar sátu kjurar eftir eða örorkulífeyririnn og þið hafi núna verið í hvað þetta orðið? Þetta orðið 12 ár að reyna að vinna þetta tilbaka svo ég vitni í það sem að var sagt áðan að breyta hugafari stjórnvalda en ykkur hefur ekki gengið það. Það er ekki að merkja það að hugmyndir stjórnvalda örorkubætur séu eitthvað að breytast. Nei, því miður að þá eru hugmyndirnar einmitt ekki að breytast og lítið, við höfum lítið séð merkjum það þó að kannski séð smá ljós núna inn í stjórnarsáttmála að stjá. En það er alveg rétt að örorkulífeyrir er ennþá og í dag, það gleikkar á milli lágmarkslauna og örorkulífeyris ár frá ári og því miður það gerist aftur núna áramótin að lágmarkslaun hækkuðu en örorkulífeyrir satt eftir, það munar svona núna í dag 90.000 krónum. Ég vil aðstaka bara undir með bæði Drífu og Sonju varðandi tilfærslukerfin. Ef við horfum á að þau eru eitthvað sem á að grípa þá sem eru lægst settir að hafa versta stöðu í samfélaginu, versta fjárhagslega stöðu og það er alveg ljóst að þau hafa og eru allt og lágar fjárhæðir í launum og örorkulífeyrir sem að þau miða við í dag. Og þar á leiðandi virkaði bara alls ekki sem skildi og ég get bara nefnt það að við rákum augun í að grunnfjárhæðir húsnæðisbóta hafa ekki hækkað síðan 1. janúar 2018 þrátt fyrir að ég tel að skýrt lagaákvæði sé að þær eigi að koma til endurskoðunar afgreiðslu fjárlaga hverju ári og þá með tilliti til þróunar launa, verðlags og efnahagsmála. Og ef við tökum miða af þróun neysluvísitölu sem er vinsælust til að mæla með í dag á verðlagi, þá ættu húsnæðisbætur til dæmis að vera 15% hærri eða 37.000 rúmar krónur á mánuði en eru í dag 32.000 fyrir þann sem býr einn. Og þarna þetta skiptir svo miklu máli að húsnæðisstuðningur eða tilfærslukerfi
að þau styðji þá í alvörunni við það fólk sem býr hérna við lægsta framfærslu á Íslandi í dag, og það bara, og svo ég vísi nú í þessa í könnun Vörðu sem var gerð fyrir ÖBI, að þá kom þar ljósa að 90% einstæðra foreldra sem öryrkjar búa við það að eiga mjög erfitt með að láta enda ná saman, og það þýðir það að 17% þeirra hafa til dæmis ekki geta borga fyrir mat hjá barna sinna í skóla. Þannig að tilfærslukerfin þau eru alls ekki að virka í dag fyrir þá sem á lægstu tekjunum, og þarna við sérstaklega að horfa til barnabótakerfisins og húsnæðisbótakerfisins. Það mjög lágtekjumiðað og það mjög fljótt að skerða. Þannig að þetta svona, það þarf að, þarna þyrfti stjórnvöld að stíga inn og bara fara að einbeita sig að því að lagfæra þessi kerfi, og fyrir utan náttúrulega bara þessi staða sem fólk býr við, að þú ert ekki, hvort sem þú ert að lágmarkslaunum eða á örorkulífeyri, þá nærðu bara ekkert endum saman. Og það getur ekki átt að vera þannig. Og þetta ekki hið góða samfélag, eins og var stefnt á 20. öldinni, sem að ef þú verður fyrir áfalli og missir heilsuna, þá erum við með örorkubætur, en búps, þú dast í gegn, og ef þú ert með mikla framfærslu út af börnum og ert einstætt foreldri, þá erum við með og búf, þú dast í gegn, og svona má bara halda áfram, og við erum kannski komið með, eins og ég var að reyna að nálgast, þetta verður kannski svona 90.000 manns sem að líða fyrir það að öryggiskerfið, millifærslukerfin inn í skattinum ekki að virka. Nei, og það er búið að vera að klippa á strengi, þræði í þessu öryggisneti, alveg eins og hér hefur komið fram að þá fylgja örorkubætur ekki launaþróun, en sú að tíðin að örorkubætur og bætur almannatryggingakerfisins fylgdu tilteknum launataksta hjá verkalýðshreyfingunni. Svo að klipta á þetta, þannig að það er búið til gat í öryggisnetið. En þetta ber alltaf sama brunni sem hér er bent á, að það er ekki nóg að spyrja hvort þú sért með miklar tekjur eða litlar tekjur. Þú verður að spyrja miklu meira. Hvernig er að vera fátækur á Íslandi og heilsulaus? Hvernig er að vera fátækur á Íslandi og einstæður? Hvernig er að vera fátækur á Íslandi með mörg börn á framfæri? Hvernig er að vera fátækur á Íslandi án húsnæðis? Þetta eru spurningarnar sem verður að spyrja. Og svo finnst mér líka að það þurfa að hyggja því þegar að vísaður í miðja 20. öldina. Hvernig allt samfélag hefur breyst. Orðið markaðsvæddara, svona peningavæddara. Þegar ég var að alast upp, þá fórum við í fótbolta hérna út á túninu hjá Melaskólanum og vorum þar á kvöldin í fótbolta. Núna fara menn í, Fram og KR og Þrótt í búningum, allir verða að vera í búningum sem þarf að kaupa út í búð. Það þarf að borga gjöld í þessi félög. Það er farið með krakkahópana landshorna á milli, það er farið að móta frá Reykjavík til Akureyrar og Akureyri til Reykjavíkur til Vestmannaeyja og svo framvegis. Þetta kostar mikla peninga. Þetta ræður fátækt fólk ekkert við. Þannig að samfélagsmynstrið er alltaf breytast að þessu leyti, og þarna finnst mér allir hafa ábyrgð, þurfi að axla ábyrgð, íþróttafélögin, æskulýðsstarfsemin og svo framvegis, að vera að horfa heildstætt á þessa mynd, hvernig samfélag hefur verið að breytast og er orðið sífellt erfiðara viðfangs fyrir fátækt fólk en það var áður. Drífa, ég man einhvern tímann í Hörpu Njáls
halda því fram að kjör láglaunakvenna hefði verið haldið niðri vegna þess að taxtar sem að þær voru á hafi verið grunnur að útreikningum á örorkulífeyri og eftirlaunum. Og það hefði verið svona haldið aftur af hækkun þeirra vegna þess að þeirra var samið svona mikla hækkun til kvennanna í sókn, að þá hefði það leitt til kannski miklu meiri útgjalda ríkisins út af hækkun á eftirlaunum og örorkulífeyri. Hver hagur verkalýðshreyfingarinnar? Hagur verkalýðshreyfingarinnar að tengja þetta á milli? Gæti verkalýðshreyfingin komið með þá kröfu að lægstu eftirlaun og lægstu örorkulífeyri væri ætíð samur og lágmarkslaun? Sko við höfum beitt okkur mjög fyrir hækkun örorkulífeyris og hækkun ellilífeyris og þetta er eitt af því sem við höfum verið að pressa á. Það er hægt að fá kjarabætur gegnum ýmsa liði, það er tilfærslukerfin, það eru skattabreitingar og svo framvegis. Við höfum ekki talið það vera hlutverk okkar að binda þetta í kjarasamninga, enda eru kjarasamninga við atvinnurekendur, en við höfum hins vegar beitt okkur á stjórnvöldum í þessu líka. Varðandi það þegar þú segir að kvennatextarnir voru haldið niðri af því að lágmarkstaxtarnir voru bendlaðir við öll kerfin. Það má vera að svo hafi verið og það hafi haldið aftur á launahækkunum að einhverju leyti. En heilt yfir að ég hef nú stundum talað um það að verkalýðshreyfingin sé baráttusamtök tilvonandi öryrkja. Tilvonandi öryrkjar eiga sér engin önnur baráttusamtök af því að það ætla sér enginn að verða öryrki, en það þarf hins vegar að hugsa út í það og ég held að við sem reyndar að fara að sigla inn í tíma þar sem örorka mun aukast mjög hressilega út af álagi í einkalífi og í vinnu. Út af COVID, já, og ég held að við séum að fara að sigla inn í mjög erfiða tíma varandi það. Þannig að þetta verður það verður aukinn þrýstingur á það að sjá til þess að öryrkjar geti framfleytt sér í samfélaginu líka. En síðan aðeins varandi að þú talar kvennatextana þá að einhver leyti erum við ennþá að bíta úr nálinni með þá hugmynd að hvað maður að tala the male breadwinner model, þar að segja að það sé einhver sem framfleyti að það sé 2 tekjur á hverju heimili. Það er að segja að það sé einhver sem sá sem framfleytir og síðan eru önnur störf sem er ekki ætlað að vera þannig að þú getur lifað á því og þá kannski við örorkuna líka. Þannig að það er ég sem kall að sjá fjölskyldu mína, en ef að þú ert á vinnumarkaðnum Drífa, þá er það svona kannski auka tekjur sem að fjölskyldan hefur. Já, ég reyndar heyrði einhvern tíðan þá setningu og þetta sé einn helsti sigur kapitalismas að þegar konur fór út á vinnumarkaðina þá þurfti allt í einu 2 tekjur til þess að framfleyta heimili. Sonja, það var í þessum þú ert að segja áðan, var lúmskóskum að fara að tala um COVID, þú ert að tala um samstöðun í samfélaginu. Nú má ég skjóta inn í áður en að við förum yfir í COVID, varðandi launamunin, hvernig væri að bindast sammæli um það að koma á eins konar það sem ég kallaði á sínum tíma varnarvísitölu láglaunafólks. Þetta er kannski auðveldara innan opinbera kerfisins en á almenna markaðinu, þar sem við erum með þróaðra taxtalaunakerfi hjá hinu opinbera. Og semja það, ég vil binda það í lög, að launamunur mætti ekki vera meiri en einhver tiltekið bil. Einhvern tímann talaði helmings hærri laun. Við skulum segja 1 á móti 3, að ef að sá efsti er með 3 milljónir á mánuði, þá fái sá lægsti 1 milljón. Og þetta nái síðan inn í kerfi almannatrygginga. Ég flutti þetta þingmál í 2 eða 3 þannig að það var mikið alvara þarna baki.
Ég held að ég að huga að þessu að samið verði leyfilegt launabil hjá hinu opinbera og helst á öllum markaðnum og síðan þegar þetta verði rætt opinberlega þá verði farið þess á leit við sjónvarpið að það og sjónvarpsstöðvarnar að þær hafi alltaf undir eða með myndum af þeim sem að talar hverju sinni, talsmönnum samninganefndana, hvað þeir eru með í laun sjálfur. Bara fá það á skjáinn, sko. Viðkomandi með 1,5 milljón og hann að tala laun hjá þeim eða kjör hjá þeim sem búa við 300.000, 400.000, 500.000. Ég held að þurfi eitthvað svona róttækt í þessa veru og þetta alveg gerlegt að gera þetta. Ég held að fólki almennt myndi þykja þetta vera sanngjarnt. Ég veit ekki hvað ég að vísa þessu Þuríður Harpa, það myndi þýða það að ef að forsætisráðherra með 2,9 milljónir í mánuði að þá væru lægstu örorkubætur 967.000. Þú myndir styður þig út í þessari? Ég myndi fagna því, mér þetta það mjög gott. Ég samt held að þetta geti orðið mjög erfitt að ná þessum fram. Þetta áhugavert hjá myndi, hvernig við binda þetta saman. Ég held að hins vegar algjörlega orðið svona mínum huga, þá verður eitthvað að breyta sér og eitthvað að koma til, þannig að menn hugi verulega að því hvernig á að sjá til þess að fólk sem lendir hérna í því að fatlast eða veikjast, þannig að það getur ekki tekið þátt í atvinnumarkaði, nú er það bara fólk sem fæðist fatlað og mun aldrei geta tekið þátt í atvinnumarkaði, hvernig ætlum við að sjá til þess að þessari einstaklingar lifi mannsæmandi lífi og hafi mannréttindi til jafns við bara það sem hafði áður eða við aðra í samfélaginu. Og þá er ég til dæmis að tala bara að fólk sé ekki þvingað eða neitt til þess að fara inn á hjúkrunarheimili af því að það er engin önnur ráð virðast að vera til í hvorki sveitarfélaginu eða vilji hjá ríki eða sveitarfélagi til þess að sjá til þess að fólk geti lifað mannsæmandi lífi heima hjá sér lengur. Þannig að við erum með þessi gráu svæði milli sveitarfélaga og ríkis sem að einhvern veginn er vélað líf fólks án þess að það einhvern veginn hafi nokkra leið til þess að sporna við hvernig farið það með það. Þannig að og fólk kemur fram inn í fjölmiðlum og segir frá því hvernig það er þvingað til þess og bara sett inn í til dæmis hjúkrunarheimili, ungt fólk með fjörgamlu fólki og það missir þjónustu sko að borði það að geta farið með ferðaþjónustunu eða mæta í félagskap sem það hefur mætt í hinga til eða fara inn í dagvistun annars staðar. Þú þarft að sitja undir því að vera inn í algjörlega undir allar reglur hjúkrunarheimila settur. Þú meira að ég geti mist sko hjálpartæki sem nú sannlega hefur haft og átt rétt á að hafa eða átt að reynda ekki rétt að lengur að hafa ef þú kemur inn á hjúkrunarheimili. Þannig að það er verið að brjóta mannréttindi á fólk sem getur einhvern veginn illa og alls ekki varið sig og það er verið að brjóta mannréttindi líka á þessu fólki með bara fjárhagslega. Þannig að það þarf einhvern veginn að vera þannig að ríki og hvort sem er verkalýðshreyfingin sem mér finnst reyndar vera mjög nærtæk að eigi að koma inn og hafa svona sterkara það að segja hvernig eigi að sjá til þess að örorkulífeyrisþegar eða fatlað fólk að það lifi mannsæmandi lífi fjárhagslega og það þarf bara að finna leið til Ég ætla að halda áfram með þetta sem Ögmundur var að nefna. Drífa, hvað segir þú þetta? Því að ég ætla að tala við Sonju COVID að fókusin eigi líka að vera á háu laununum og meðal annars háu launum innan verkalýðshreyfingarinnar að þegar þú mætir að þá komi fram hvað þú ert með í laun, að það sé góð leið til þess að auka jöfnuðinn í samfélaginu? Já, mér hugnast það mjög vel að þeir sem eru hærra launaðir hafi beinan hag af því að hækka lægstu launin. Og ég hef verið að veltaði fyrir mig hvernig hægt að gera þetta. Fyrsta skrefið að breyta bara ársreikningalögunum þannig að þú þurfir að tilgreina í ársreikningum allra fyrirtækja hvernig launasetningin er.
hver með hæstu, eða hvernig eru hæstu launin og hvernig eru lægstu launin og hvað munurinn þar á. Sum lönd hafa farið þá leið. Mér finnst það bara mjög góð leið. Annað að vera með algjörlega gegnsætt hvernig laun eru, að þú hafi bara aðgang að skattinum, ekki bara álagningarskrám tímabundið, heldur bara að þetta sé upp á borðinu, hvernig launasetning Ég held að það væri mjög gott skref til framfara og síðan hugnast mér mjög vel sú leið að binda hæstu og lægstu laun þannig að þeir sem eru hæstir hafi hag af því að hækka lægstu laun. Og Ögmundur var nú ekkert grimmur í þessu, hann bauð upp á þreföldun lægstu launa og lágmarkslaun í dag 368.000 krónur ef ég man rétt og það þá 1,1 milljón sem að þreföld slík laun eru og þá má spyrja hvort það sé nokkur ástæða til þess að borga fólki hærra en það. Herðu en Sonja, þú varst með eiginlega... Nei, en býtur við, ég er alveg tilbúin... Ögmundur ætlar ekki að leyfa mér að tala um COVID. Nei, ég vil ekki leyfa mér að komast út úr þessu. Vegna þess að við erum að horfast í augu við það í samfélagi að við getum ekki mannað stöður að sinna umönnunarstörfum og ýmsum mjög mikilvægum störfum í þjóðfélaginu vegna þess að launin eru svo bágborin og það komin tími til þess að þjóðfélagið allt horfist í augu við þetta að það verður að hækka þessi laun í hlutfalli við hærri launin. Það verður að breyta þessum launa strúktúr og það þarf að gerast eitthvað mjög róttækt í því. Ég er alveg tilbúin í það, Gunnar Smári, að hafa þetta minna bil en ég stakk upp og ég stakk upp á hérna í gamla daga 1/2. En allavega koma einhverju slíku kerfi á. Ég nefnilega ekki að segja þetta út í loftið. Ég er mjög áfram að verkalýðshreyfingin taki þetta til skoðunar með hvaða hætti sé hægt að binda þetta í almenna samninga að dregið verði úr kjaramunum. Já, og það Drífa tók undir það og mér finnst það eins og fyrir svona 2-3 árum að þá hafi verið eitthvað svona fókus á hærri launin. Það náttúrulega, ég tók dæmi að forsætisráðherra sem er svona kannski með hæst launuð opinberu starfsmönnunum að forsætisráðherra í dag með 8-föld lægstu laun. Það er þykir vera normalt ástand í dag. Við vorum að tala um miðja síðustu öld að þá var launamunur ekki svona mikill í samfélaginu. Þá var kannski ríkisforstjóra með kannski 3-föld, kannski hátt upp í 5-föld lægstu laun, en munurinn hefur aukist á undanförnum árum og áratugum. En ég ætla að reyna að koma að COVID sem við verðum víst að geta ræða fréttir vikuna, reyndar viku í mörg ár á þess að ræða COVID. Það eru svona ákveðin straumhvörf í COVID, það hefur aldrei verið fleiri smit en þau leiði ekki til innlagnar á sjúkrahúsum og það risin upp svona andof gegn stefnu sóttvarnar yfirvalda, miklu meira núna heldur við nokkuð tíma verið, meðal annars Sjálfstæðisflokkurinn að leggja fram frumvarp þar sem að völdin sé að sömuleyti tekin af sóttvarnar yfirvöldum og heilbrigðisráðherra og flutti yfir í þingið til þess að sé að taka ákvarðanir lokanir og aðgerðir út af COVID út frá öðrum sjónarmiðum heldur en bara sóttvarnum. Þetta er óvíst hvert við erum að fara. Írar voru til dæmis sem eru með voru að aflétta bröllu núna, opnuðu bara samfélagið og sögðu að stjórnvöld þar sögðu að COVID væri ekki lengur banvæn farsótt, heldur væri þetta bara eins og inflúensa og opnuðu þetta allt saman. Sonja, hvað þú að greina fyrir okkur, hvað að gerast? Já, það stórt spurt. Mér finnst þetta áhugaverð umræða af því að það er svona þetta raunverulega að það er eins og að sé að vegast einmitt á, frelsi einstaklingana og það sé verið að gefa til kynna að sé verið að skerða það umfram bara það sem heimilt og svona ég veit ekki hvort að ég sé bara að grípa þessi svolítið undir rós eða hvort að sé verið að segja það beinlínis uppátt að þetta sé mannréttindumræða og mér finnst það svo áhugaverður punktur af því að minn skilningur á mannréttindum er að ef að þú ert með 2 ólík sjónarmið sem að rekast á að þá þurft alltaf að horfa á meiri hagsmuni og kostnað þeirra minni,
Og þegar við erum einhvern veginn í þessari umræðu og það alveg ljóst að ennþá erum við að verja almannahag, við erum að reyna að verja að það sé mikil útbreiðsla á smitum þannig að fólk í áhættuhópum sé ekki að veikjast alvarlega og fari þar af leiðandi ekki inn á sjúkrahús og svona megin pólísían ennþá í stjórnvöldum þetta að verja spítalann. En það auðvitað líka svolítið skrítið tvist í þessu þegar það var ákveðið eftir áramót að halda skólunum alveg opnum og mjög svona skiljanlegt sjónarmið að horfa til andlegrar heilsu barna. En þetta orðið þá á móti að faraldri barnanna sem að koma þá heim til sín og smita fjölskyldu sínar og maður líka spyrja sig sko, markmiðinu náð, þú veist, hefði verið betra að taka stutt átak þar sem allir færu svolítið bara í hýði af því núna þessi sömu börn flest hver heima hjá sér í sóttkví og svo dögum skiptir sko og kannski koma hálfan dag í skólan og svo aftur sendið sóttkví. En mér finnst sko að því við erum búin að tala svo mikið samstöðuna að mér finnst stóra mómentið í því og þess að ég var að vona að væri svolítið svona, breyting sem að myndi hafa áhrif á hvernig við hugsum allt, ekki bara viðbrögðum við faraldurinn, væri þessi ríka samstaða, að við værum svolítið að setja hagsmuni samfélagsins ofar en okkar eigin og mér finnst núna eins og það sé komin einhver svona tókstreita í það og það sé sérstaklega koma þá frá Sjálfstæðisflokknum sem náttúrulega í ríkisstjórn og það alveg á hreinu að lögin eru þess eðlis og ég veit ekki hversu oft Þórólfur hefur sagt það og maður alveg svona farin að hálf vorkenna honum að hann að segja hann auðvitað hefur ekki úrslitavald, hann getur lagt fyrir tillögur og svo það alltaf stjórnmálana eða ríkisstjórnarna að taka ákvarðanir og svo hefur verið þessi umræða, þetta pólitískt eða þetta bara einmitt sérfræðingarnir sem taka ákvarðanir en pólitíska ákvörðunin sem var tekin í upphafi og hefur að einhver leyti verið fylgt allavega fram að svona síðustu jólum var að það ætti að hlusta á sérfræðingarna og svo erum við einhverju svona togi með þetta að það ekki alveg búið að vera að fara eftir tilmælum Þórólfs frá því rétt fyrir jól en þá þessi tillaga að það að fara að taka umræðan á öðrum vettvangi heldur en bara þá innan ríkisstjórnarinnar eins og það raunverulega í dag hlýtur að þýða að það sé verið að leita eftir sko, hvað maður að segja að fleiri taki þátt í henni þar að segja að sé svolítið verið að kalla eftir liðsauka myndi ég nú eiginlega segja. Ég skil samt líka sjónarmið sko stjórnarandstöðunar að vilja komast betur að þessar umræðu af því það auðvitað mikilvægt að taka umræðan á grundvelli gagna og svona bestu mögulegu stöðu þekkingar en ég hef ekki merkt það hjá þeim að þau sé að setja í forgrunn frelsi einstaklingsins svona með sama hætti heldur mitt vilja hlusta á sérfræðingarna þannig að ég einhvern veginn það sem var óttast þetta í þessu í framhaldinu að verða einhvers konar gliðnun og þú veist við erum öll þreytt á faraldrinum og þannig að það er mjög auðvelt að tala inn í það sjónarmið að það sé einhvern veginn hægt að leysa þessa þreytu eða binda enda á hana með því að opna meira á allt í samfélaginu en það þetta því miður ekki lausnin þú veist við erum ennþá að berjast við að kveða niður faraldurinn sjálfan sko En okkur það ekki lausnin? Okkur það ekki lausnin? Það ekki lausnin bara á Írlandi að ég meina þetta ekki eins alvarlegt og áður var og meina ekki bara eðlilegt að horfast í augu við það og bara hætta þessu tali hver hafi rétt fyrir sér og hver að taka ákvörðunina vegna þess að sko vandinn bara farið frá okkur. Það engin sérstakur vandi með COVID með þessu tilbrigði. En þú veist, vitum við það alveg eins og staðan þetta. Mér finnst líka áhugaverður þessi samanburður við sko önnur lönd af því að þú veist það verður að taka mið af því hvar þau eru stödd hverju sinni og hvaða þekkingu þau hafa á hver áhrifin eru til þess að þeirra heilbrigðiskerfi eða bara hvaða áhrif smitin að hafa. Þú veist, við sjáum Omikron að taka yfir en Delta ennþá þarna úti. Þú veist, ég átta mikið á því og það líka hluti af því sem skortir í samtali er ennþá möguleiki á að Delta verði ráðandi sem að getur þýtt alvarlegri veikindi, fleiri sjúkrahúsinnlagnir. Mér heyrist ekki með að við hvað þríeiki hefur lagt til í umræðuna en ég meina það alveg mjög skýrt að það sem stjórnvöld að leggja til núna inn í umræðuna að sé verið að taka stöðuna dag frá degi og við höfum stutt það sjónarmið en mér finnst ekki verið komin á þann stað að sko við ætlum ekki að hafa heilsuna í forgrunni og þess vegna finnst mér þessi umræða svolítið skrítin.
Drífa, það hérna, nú frá því að þessi ríkisstjórn endurnýjaðist, þá hefur sóttvarnarmál orðið að pólitík, vegna þess að áður var ríkisstjórnin fylgdi tillögum sóttvarnaryfirvalda og þar með þetta svona bara ekki beint svona pólitískt mál, þótt að sé pólitískt þannig en ekki svona, skiptist ekki í svona átakalínur stjórnmálanna, en núna það orðið þannig og þarf þá verkalýðshreyfingin að taka afstöðu til sóttvarnamála, vera með stefnu í sóttvarnamálum? Já, við höfum reynd að vera að ræða þetta töluvert hvernig við eigum að snúa okkur í þessu því að þetta eru mjög misvísandi skilaboð og þegar ég tala við sóttvarnayfirvöld og er einhvern veginn að reyna að gera mig grein fyrir stöðunni að þá er það ekkert alveg skýrt hvernig staðan liggur og það er náttúrulega bara vannmat á þekkingu. Mér finnst þessu að svona almennt að því þú segir að eftir að ríkisstjórnin endurnýjaði sig að þá finnst mér svona einstaklingshyggjan hafa forherst í ríkisstjórninni og var nú ekkert alveg á það bætandi. Þannig að það er komin einhver svona nýr pólitísku tónn sem er svona, hvað maður að segja, dýpra til hægri heldur en áður. Þannig að mikilvægi stjórnarandstöðu og hugsanlega verkalýðshreyfingar er meira núna heldur en hefur verið nokkuð tímann. Varðandi sóttvarnirnar sjálfar að þá það er svo rosalega afdrifarík frelsisskerðing að setja fólk í sóttkví og við mörkin okkar hafa vissulega færst eitthvað hressilega til hvað hægt er að óska eftir að maður geri. Ég reyndar heyrði þá kenningu núna að þessi fjölgun smita væri vegna þess að fólk, svona fjölskyldur verið að taka út svona veikindin saman. Það væri ekki, þessar einstaklingsbundnu sóttvarnir væri ekkit hvað maður að segja, aggressíft fylgt eins og hefur verið. Það getur verið hluti af þessu af því að fólk upplifir ógnina ekki jafn mikla af því að veikjast. Drífa, má ég taka dæmi bara á mínu heimili að kona mín með COVID, fekk úrskurð fyrir 1-2 dögum, dóttir mín í gær, við búum í lítill íbúð, ég eini sem ekki með COVID og ég bara veit ekki hvernig við ættum að fara að því að vera með einstaklingsbundna sóttvarnir inn á heimilinu ef þetta væri alvarlegt, en þegar þetta virðist ekki vera alvarlegt, ég 3 bólusettur og kona mín líka og dóttir mín 14 ára 2 bólusett, þú veist ég veit ekki hvernig við höfum að hlýða víði heima, ég bara veit það ekki. Já, ég held að þetta sé hluti af málinu því að áður fyrir þegar þetta voru miklu alvarlegri veikindu og við vorum að fá hryllilega sögur í upphafi faraldursins af veikindu fólks að þá lagði fólk rosalega mikið á sig til þess að smitast ekki og við vorum fjölskyldur voru reddandi sér auka íbúðum eða sumarbústöðum eða mikil ásókn í orlofsheimili stéttarfélagana til þess að reyna einhvern veginn að skilja fjölskyldur að og svo framvegis. Það er ekki núna og það er kannski hluti af þessari fjölgun smita. Fólk er líka orðið langþreytt. Það vil fara að klára þetta, þannig að það er eitthvað svona breyting í samfélaginu. Þannig að það er rosalega erfitt að hugsa hvernig, út frá sóttvörnum, það er verið að tala að nú eigum við öll að hafa okkur hæg og við eigum að fara inn í búbluna og á sama tíma er náttúrulega verið að kalla fólk til vinnu úr sóttkví. Það sem ég hef mestar áhyggjur af akkúrat núna er að við séum að skilja þjóðina í 2 hluta, þeir sem eru bólusettir og þeir sem eru ekki bólusettir og mér finnst það í rauninni svona afdrifaríkasta pólitíska umræðan í tengslu við þetta núna og þar hefur við tekið mjög afdrifaríka afstöðu eða svona marka okkur stöðu með hinni alþjóðlegu verkalýðshreyfingu að hvetja fólk til þess að láta bólusetta sig af því að við vitum að það virkar en hins vegar að segja það að atvinnurekendum mega ekki svipta fólk lífsviðurværi eða atvinnu af því að það er ekki bólusett. Ögmundur, að því að við tölum svolítið áðan svona hægri og vinstri. Nú er svona breyting á faraldrinum og hægrið er að notar eins og á nýfrjálsgjárunum er að þú mátt ekki láta neina krísu fara fram með þér á þess að nota það til einhverja kerfisbreytinga. Þau eru að ná í gegn að verði sett stjórn yfir á Landspítalann til þess að hann verði rekinn svona líkari fyrirtækjum og þess að innleiða þar svona viðskiptaleg sjónarmið við rekstur á spítalanum.
og þau eru núna komið með frumvarp til þess að draga úr völdum sóttvarnayfirvalda. Er þetta ekki svona merki það að hægrið eiginlega klókara í stjórnmálum heldur en vinstrið? Og vinstrið hrekkur núna bara í því að verja óbreytt kerfi og verja hluti sem að kannski ekkert svo aðkallandi lengur út af einhverju svona, ég veit ekki, eða hvort að ráðherrarnir séu heima eða í fríi eða eitthvað sem engu máli skiptir. Sko. Er ekki hægrið klókara í svona stjórnmálarlegri taktík? Sko, mér finnst þetta ekki vera spurning hægri eða vinstri þetta mála, alls ekki. Og ég sammála Drífu að því leyti að, og reyndar því sem að þú varst að segja, að það ekki saman að jafna ástandinu nú og það var í upphafi þessa faraldurs. Það bara allt önnur staða. Og ég var í heimsókn á heimili í gær, þar sem að fjölskyldan öll hafði fengið COVID og hafði fengið COVID í desember og þar á meðal barnið sem að var í skóla eða fór í skóla í gærmorgun hafði verið sem sagt í COVID og allir búin að fara í COVID, fór í skólan og heyrðist sjú upp í nefið. Barnið heyrðist sjú upp í nefið, var sent heim, þetta var stúlka, 11 ára stúlka og hún sent heim og satt þar og horfði á tölvu þar sem eftir liði dags. Og ég fyrir að spyrja sjálf á mig, hvert við eiginlega komið? Þetta hefur ekkert með sjálfstæðisflokk eða aðra flokka að gera hægri eða vinstri. Þetta komið út yfir einhver skynsemismörk að mínum dómi og þegar að tala að hlíta ráðum sérfræðinga, þeir eru bara ekki sammála þetta. Sérfræðingar eru með mismunandi skoðun á því hvort að ég að bólusetja börn eða ekki, hvort að hefði átt að bíða með það eða ekki. Ég hef lesið þessar greinar og ég hef hlustað á sérfræðinga sem að standa mér nærri og hafa skoðað þessi mál. Það sem ég óttast í þessu, það ofstækið sem að verða til á báða bóga. Þetta mikla ofstæki og þegar maður heyrir hvernig stjórnmálamenn eru farnir að tala í þýska þinginu, í austuríska þinginu, þá vil ég nú taka undir með þeim sem eru farnir að hafa áhyggjur af mannréttindum. Og þegar ég heyri samtök í ferðaþjónustu á Íslandi, við að tala það að það taka upp passa, bólusettir og óbólusettir, þegar að vitað að bólusettir, þeir smita jafnvel á borð við þá sem eru bólusettir. Og þá segi ég, nú komin tími til að söðla og fara yfir í allt aðrar stellingar. Ástandið ekkert sambærilegt við það sem það var áður. Við erum að taka þessa 100 milljóna sem við erum núna að nota í eftirlit, endalaust eftirlit og setja það inn í spítalann. Í stað þess að borga eftirlitssveitunum, þá erum við að fara að byggja upp og treysta innviði sjúkrahússins. Þannig að sé að sinna sjúklingum, ekki bara COVID-sjúklingum, heldur öllum sjúklingum. Það verður að vera stefnubreiting þarna. Ég spurði þið svona vegna þess að ég er sammálaður, ég held þetta skipti ekki fyrir hægri og vinstri afstöðuna til bólusetninga og sóttvarna og eitthvað, það sé ekki þannig pólitískt mál. En ég bara að spyrja þig svona baráttuteknina að hægrið tilbúið að nota krísuna til þess að ná fram eldgömlum stefnumálum sínum, eins og til dæmis að setja stjórn yfir Landspítalann, eins og að auka einkavæðingu innan. Nú ekki bara klínikin sem að manna Landspítalann, heldur bara lækna í ármúlanum og bara alls konar einkafyrirtæki eru komin inn í Landspítalann. Og meðan að vinstrið eyðir orkunni í því að vera að tala hvort að Bjarni Benediktsson sé á skíðum eða ekki. Hægri nota krísuna til að ná árangri frá þeirra sjónarmiðum í umbreytingu samfélags. Fjármagnið notar allar krísur til að umbreyta þjóðfélaginu. Málaliðar fjármagnsins, þeir birtast okkur ekkert bara í hægri flokkum, heldur í flokkum sem að ég vil kenna sig við félagshyggju. Og við sjáum til dæmis hvað að gerast hérna í Reykjavík núna. Hvernig menn að ganga erinda fjármagnsins í markaðsvæðingu orkunnar, í braskvæðingu innan borgarinnar. Það eru líka þeir sem að kenna sig við félagshyggju sem láta nota sig. Fjármagnið notar allar krísur til að umbreyta þjóðfélagið. En það eru margir sem ganga erinda þess. Ég ætla aðeins að spyrja Þuríði Hörpu COVID, en hún með slökkt á myndavélinni, þannig að ég ekki viss hvort að
hún viðlátin, þarna Þuríður. Þú ert hérna formaður Öryrkjabandalagsins og þar inni fólk sem er með viðkvæmustu heilsu á Íslandi. Þessi svona umbreyting í umræðinni COVID og hvernig við eigum að verja okkur, það sem stillt saman, svo ég vitni nú í dómsmálaráðherra sem segir að við eigum við þurfum sterk rök til þess að skerða frelsi einstaklingsins, en ekki til þess að aflétta höftunum. Hinum megin við það sem þetta almannaheill og þetta þýðir þessi setning það að við þurfum ekki sterk rök til þess að setja almannaheill í hættu, við þurfum sterk rök til þess að takmarka rétt einstaklingsins. Hvernig slæri þessi svona taktbreyting í umræðunni öryrkja? Sko, þetta náttúrulega þannig að fólk hefur, og eins og bendir á, að fólk býr við lífsógnandi sjúkdóma og þarf að passa sér sérstaklega vel og hefur gert það. Og ég tek undir með Drífu og fleirum að bara þetta, fólk orðið mjög þreytt. Það líka orðið mjög þreytt fólk sem hefur innangar sig mjög lengi, öryrkjar vegna sinna sjúkdóma. Þannig ég veit ekki nákvæmlega, sko, ég held að þessi taktbreyting, menn eru hrættir áfram, menn reyna að verja sig og það verður það bara þannig að ef þetta verður gefið einhvern veginn algjörlega laus taumin eins og þú benda á með Írland, að þá mun fólk sem eru öryrkjar og vegna sjúkdóma, þau munu ennþá frekar einangra sig og þarna erum við til dæmis að tala kannski sjúkdóma sem fólki finnst ekkert vera eitthvað rosalega mikið tiltökumál, en það samt til dæmis bara sykursjúkir. Þeir þurfa að passa sig sérstaklega vel og það ekkert allir sem átta sig á því að það að veikjast, það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir þá til dæmis. Þannig að það er alls konar, við erum með svo mikla breidd og það er svo mikið mismunandi hvernig fólk, af hverju fólk þarf að passa sig og síðan náttúrulega bara þeir sem gátu og hafa ekki getað látið bólusetja sig, sem nú bara til dæmis þeir sem eru á ónæmisspælandi lyfjum, hvort sem til dæmis krabbameinsveikir eða jafnvel gigtsjúkir. Þannig að þetta getur verið, þetta er mjög, ég held að þessi hópur komi til með að áfram að einangra sig og síðan erum við að tala bara fólk sem fallað frá fæðingu og bara ofsalega hrætt við að veikjast og það einangra sig líka. Þannig að ég sé bara fram á að mannréttindi þessara hópa, þau munu áfram vera skert og þau búa ennþá við það og einhverjar hríð að vera í meiri einangrun heldur en aðrir og þannig að ég hef miklar áhyggjur af þeirri stöðu af því að fólk orðið mjög dapurt. Má ég spyrja það einu, ráðherrarnir hafa svolítið verið að tala um svona samráð, til dæmis við kennarastéttina. Það var reyndar sko samráð eftir að ráðherrarnir voru að taka ákvörðun að halda skólanum opnum, en samráði kom einhvern veginn svona eftir á. Hefur verið virt samráð stjórnvalda við Öryrkjabandalagið aðgerðir í sóttvarnum? Við vorum spurðið með varðandi, já, það hefur verið, þeir hafa leitað samráðs og spurt út í ákveðin þætti og þarna til dæmis kom varðandi börnin og svona það sem við vorum búin að horfa eða svona fá upplýsingur hvernig þetta horfið við okkar hópum eins og fötluð börn og ungmenni, að þá kom fram að eiginlega bara gátum við ekki annað heldur en mælst til þess að rútína yrði og það er alveg líka skólarútína, það yrði reynt að halda þeirri rútínu eins mikið eins og hægt er. Þannig að það er orðið já, það hefur verið samráð en þetta ég veit ekki hversu miklu máli það hefur skipt hins vegar svona. Herðu, það nú stutt eftir þættinum og þegar ég var að fara við svona fréttir vikunar að punta ég svona ýmsa fréttir og ég ætla að safna þeim svona í haug nokkrum sem eru eiginlega merki að sko
að sókn auðvaldsins til fjár og aukin áhrifa í samfélaginu á fullri ferð. Voru fréttir það að Bankasýslan að leggja það til að Íslandsbanki verði seldur og þá ekki í almennu útboði heldur verði valdir kaupendur til þess að kaupa það. Það var frétt það að N1 sem hefur einhvern veginn smygt sér inn á orkumarkaðinn í einhverju hugmyndum markaðsvæðingu hans að svindla á neytendum, að lokkar þá til viðskipta og rukkar þau síðan miklu hærra verð heldur en það hefur borgað áður. Tilflutningur á því að orkufyrirtæki séu almenningsfyrirtæki eins og hefur lengst að verið á Íslandi yfir í þetta séu fyrirtæki á markaði. Það voru fréttir það að fasteignaverð á Íslandi hefur hækkað mest í öllum löndum. Þannig að það verið talað það að markaðsstefnan í húsnæðismálum virkaði ekki. Það var orðið alveg augljóst og það kom enn ein sönnun það. Það voru fréttir það að Reykjavíkurborg hafði samið við bensínsala að flýta því að bensínstofunum verið lokað, sem náttúrulega augljóst að það verið lokað því að við erum að stefna að leggja af jarðefnis eldsneytissölu, þannig að þessar bensínstofur mun alltaf ekki verða þarna. En í þessu samningu fólst það að olíufélagunum færður byggingaréttur. Ég veit ekki hvernig það var í fréttum vikunar en ég reiknaði þetta nú einhvern tíma fyrir jól á síðasta ári og miða við verðið á byggingaréttinum á orkureiknum og upp í Ártúnsholti að það má ætla að þarna fái olíufélaginum svona 9 milljarða, 9,1 milljarð ef ég maður rétt. Þetta allt svona dæmi að samfélagið alveg á fleygi ferð, raunverulega alveg í öfuga átt við það sem Ögmundur var að fullyrða hérna í morgun að almenningu vildi. Almenningu vill ekki fara þarna, en samt erum við alveg á fleygi ferð þangað. Drífa, þú ert þú ert fulltrúi þeirra sem eiga að hafa ekki hagað þessari þróun. Ég held að sé engin vafi það. Það er margt búið að sýna fram á það einkavæðing og útvistun og einu sem græða á því bara þeirri sem að eignast það. Einu sem að fá völdin og fá peningana, fá auðlindirnar og fá eigninnar, það eru þeir sem að græða á því, samfélagið ekki. Hvernig ætlar að stoppa þetta? Ætlar að rífa í handbremsuna? Ætlar að reyna að milda vilja þess sem að keyra bílinn? Reyna að lokka hann til þess að kveikja eða hvað til ráða í þessu samfélagi sem að þróa svona hratt í öfuga átt við það sem almenningur vill? Já, kannski fyrst ber að nefna það að kapitalistarnir fara eins langt og þeir komast upp með og eins langt og þeim leyft. Og ef við tökum orkumálið sem dæmi, að það var náttúrulega svo ákvörðun tekin áður á þingi að gera orku eða markaðsvöru og við gagnrýndum nú orkupakka 3 eða ég skrifaði umsögn það. Einmitt á þeim grunni að þarna væri verið að líta á raforku sem hverjara markaðsvöru. Þannig að það þarf ekkert að koma eitthvað rosalega mikið og óvart að N1 sé með einhverjar æfingar gagnvart fólki sem ekki búið að átta sig á því að það sé búið að markaðsvæða orkuna til þess að reyna mylja undir sjálfa sig. Þannig að ábyrgðin löggjafans, ábyrgðin samfélagslegu reglurnar af því að fyrirtækin munu fara þessa leið eins og N1 var að fara að hafa af fólki fjármagn, peninga. Þú ert að segja að það voru stjórnvöld sem breyttu reglunum. Þannig að það þannig að það er ekki þannig að stjórnvöld séu að halda aftur af kapitalistunum, heldur eru stjórnvöld að gefa eftir til kapitalistunum, svo þeir fái stærra svæði að leggja sig af. Nefnilega, og það skiptir máli að gera grein fyrir því að vera ekki að hamast í einstaka fyrirtæki, þó þetta sé náttúrulega svífurlegt sem N1 gerði, að þá ákvörðunin var stjórnvalda og þess vegna skiptir svo miklu máli að herja á stjórnvöld. Það þýðir ekkert að vera að herja á einstaka fyrirtæki sem biðja afsökunar og gefa einhvern afslátt tímabundið. Þetta stefnumarkandi og þetta ákvörðun stjórnvalda. Og þess vegna finnst mér frekar alvarlegt að vinstri hefur látið töluvert ásjá í stjórnmálum, félagshyggja, þau sem vilja einhvern veginn tryggja það að það sem í okkar eigu verði það áfram og við eflum það, hvort það Landspítalinn eða raforkan eða húsnæði eða hvað það það séu teknar félagslegar ákvarðanir en ekki sífellt verið að slaka á taumunum sem að verður svo til þess að við lendum í miklum ógöngum almenningur þar sem ekki verið að hugsa hag almennings heldur fjárfestar að hugsa eigin hag. Og þetta náttúrulega við í
bankasölu, þetta á við í orkumálum og þetta á við í húsnæðismálunum ekki síst. Þannig að það verður að vera einhvers konar, þess að ég segi þetta áðan sko, að mér finnst svona við endurnýjun þessa ríkisstjórnarsamstarfs finnst mér einstaklingshyggjan hafa forherst. Það er búið að taka mjög margar ákvarðanir sem hafa mjög alvarlegar afleiðingar eins og í orkumálum. En sko eftir því sem að sko þetta verður gengið lengra og fólk áttar sig, þá hlýtur að verða einhvers konar endurnýjun. Það hlýtur að verða einhvers konar uppreisn félagshyggjunnar og almannahagsmuna. Og mér finnst við vera nálgast mjög þann tímapunkt. Ég talaði nú það að vinstri gengi endurnýjun lífdag á 30 ára fresti og það eru 2 ár í það núna held ég. Þannig að þú veist, það já, þetta er pólitík fyrst og fremst. Já. Svo ég vitni nú í Drífu Snædal sem var félagi í VG sem að sagði þegar ríkisstjórnin var mynduð 2017 að þetta væri eins og að éta skít alla daga fyrir VG að fara inn. Þú til að segja það að það verði ennþá meiri skítur í boði núna í endurnýjaðri ríkisstjórn heldur en var áður. Ég hef aldrei sagt þetta opinberlega, ég sagði þetta inn í lokuðum hópi og reyna að vanda mál mitt opinberlega, þannig að ég ætla ekki að vera með munnsöfnuð á þessu vettvangi, en ég hef bara virkilega ágjör af þessu og mér fannst þetta slæmt þegar á síðasta kjörtímabili, mér fannst raddir almannahagsmuna ekki vera háværar og mér finnst þetta vera núna. Ok, Sonja, hvað er með þessa rút okkar? Bílstjórinn að keyra í þveru og átt við það sem almenningur vill. Og það sem er bara sumulítið bara ekki deilt það er hægt að segja það er ekki deilt að þetta er röngleið sem að leiði til niðurbrot samfélagsins, leiði til minni hagvaxtar, minni orku í samfélaginu, meiri skaða, meiri náttúrueyðileggingar og þar fram til götunum. Hvað er það að gera? Ég meina, rauði þráðurinn í þessu og þetta var ekki pun intended í nafnabókina Sagmundar, þetta kom bara einhvern veginn organíst. Er náttúrulega svolítið, ég meina ef við kjörnum umræðuna sem við taka, hver er meginströms hugmyndafræðin og einmitt hverju er hún að skila og mér finnst líka áhugavert að við séum einhvern veginn að fara að prófa að reka okkur á alla veggi út frá markaðsvæðingunni sem að önnur lönd hafa nú þegar gert, þú veist, ef við tökum bara orkuverðið, þú veist, ef við horfum, og ég áttum að þessi mismunandi orkugjafi, en ef við horfum til annarra landa, þú veist, þá vitum við að fólk er virkilega svigna undan þeim kostnaði og það er mjög mikil hætta á að það einfaldlega bara, þú veist, slægi upp í húsnæðiskostnað, þú veist, þetta getur farið þannig að vera ekki vel farið með og síðan langt líka spurningin að því þetta er ekki óþrjótandi auðlind, sko, hvað ætlar að gera? Við erum búin að tala um það að stuðningskerfin eru raunverulega bara svona sumhver, orðin ekki neitt út af aðgerðarleysi af því það er ekki verið að fylgja þeim eftir. Veist, þannig að, já, ég sammála, þú veist, rútan er að fara í einhverja átt og það er okkar að snúinni við, en ég held að maður verði alltaf að halda í bjartsýnina að fólk sé einhvern veginn að meira átta sig. Það sem er kannski hvað verst í þessu er að flestar þessar ákvarðanir eru teknar án þess að það sé tekið samtal um það. Þú veist, þannig að fólk átta sig ekkert bláði hvað er að gerast. Og svo sömuleiðis eins og þú bendir á með bara þennan lista af helstu fréttum vikunar að þá er þetta það margt í gangi í einu að þess vegna er það svona mitt mat að við þurfum einhvern veginn að fara að skipuleggja okkur betur og þessi meiri, svona meiri aktivismi á breiddina og þessi almannaheilla samtök og raunverulega bara almenningur standi saman til að standa vörð okkar svona samfélagslega innviði. Af því að við sáum það líka að heilbrigðisráðherra mætir í Kastljós og fer að tala fyrir fjölbreyttara rekstrarformi í heilbrigðiskerfinu. Þetta er einhvern veginn á öllum póstum sem við erum að vakta hverju sinni. Já, það er eiginlega sagan í þessu. Þegar vandamáli kemur upp með aukinni markaðshyggju, þá er lausnin enn frekari markaðshyggja. Þetta er eiginlega alveg kostur að fylgjast með umræðinni og líka það sem að Sonja er að benda á umræðu vettvangurinn þar sem við erum að ræða hlutina. Ákvarðanir eru ekki teknar þar, heldur bara einhverju allt annars staðar, sko, þar sem allar ákvarðanir teknar. Þannig að inni í umræðu vettvanginn kemur bara orðnir hlutir eins og varandi orkustefnum og eitthvað meira. Það var minnst á að því ég byrjaði á Ögmundi og Sonja myndist á rauðan þráð, þannig að ég ætlaði að bjóða Ögmundi að binda slaufu og rauða þráð þessa þáttar í lokin. Áður en ég kynni frekara prógram á Sárstöðinni. Rétt, þakka þér kærlega fyrir það að það er einmitt svona
skilaboðin í einum rauða þræði, þessari bók sem að ég að gefa út, og ætla nú bara að sýna ykkur hérna, að það svona skoðun á því sem liðið en hvatningin í framtíðina. Að við svona reynum að stuðla að endurmati í þjóðfélaginu og auknum skilningi á því sem að gerast. Þú nefndir þetta nokkur mál, Gunnar Smári, sem eru í einu orði sagt svakaleg. Það að segja hvað að gerast á sviði orkumála, braskinu í Reykjavík, þú nefndir þetta nokkur mál, og ég ætla að nefna eitt í viðbótar sem bara ég rak augunni í gærkvöld og sett inn á heimasíðu mína ögmundur.is. Það fyrir nokkrum vikum þá gagnrýndi Félag íslenska bifreiðaeigenda tryggingafélögin fyrir að gerast of ásælin ofan í vasa neytenda. Borga sjálfum sér arð upp á gríðarlegar upphæðir og að sjálfsögðu á kostnað neytenda aftur. Hvað gerist? Eitt stærsta tryggingafélagi Sjóvá riftir öllum samningum við FIB til að refsa þessu fyrirtæki. Ég sló upp hverjir það eru sem að sitja í stjórn Sjóvár og viti menn, þar hver einstaklingurinn á fætur öðrum sem að með mjög sterk tengsl inn í kvótakerfið, inn í kvótagróðan á Íslandi. Þannig að þetta hangir allt saman. Þetta ein samfella hvernig svona auðmagnið teygir sína anga inn í allt þjóðlífið. Þetta þurfum við að skoða. Við þurfum að skoða hvað að gerast í borginni og við þurfum bara að taka höndum saman að breyta þessu. Fyrst upplýsa þetta, síðan ég var að standa vörð þá sem eru ofsóttir fyrir að upplýsa þessi mál, menn að borði Helga Seljan. Það var vikið þetta, ég vekað innbrotin á mannlífi. Þetta ein samfella allt saman. Þannig að ég held að við séum vel sammála það að nú sé komin tími til að snúa allt og langri vörn upp í sókn. Það verður loka orðin í þessari umræðu. Ég þakka ykkur kærlega fyrir, Ögmundur, Þuríður Harpa, Drífa og Sonja fyrir að staldra hérna við í vinnuskúlum. Hann heldur áfram á næsta laugardag, þá mæta nýjir gestir að ræða fréttir vikunar. Þá ætla ég fyrst að tala við Breka Karlsson sem formaður Neytendasamtakanna, en Neytendasamtökin eru almannasamtök eins og verkalýðshreyfingin og við ætlum að kannski vera með svolítið fókusin á því hvernig almenningur getur barist í gegnum vettvang Neytendasamtaka. Á morgun verður hérna á Samstöðinni menningaþáttur sem hérna byrjaði með bravur á síðastliðinn sunnudag, klukkan 5, þá mun Soffía Auður, Gauti Kristmanns og Sverrir Norðland hitta Ásgeir Ingólfsson og ræða svona uppgjör á jólabókaflóðinu, hvert íslenska bókmenntir eru að líða. Á mánudaginn verður rauðaborðið hér klukkan 8, að þá Helgi Seljan var nefndur hérna, hann mætir þá ásamt Þórði Snæ á Kjarnanum og Kristni Má Ársalsinni og við erum einmitt að ræða þennan svona umræðu vettvang sem að lýðræðisvettvangur fer fram á og hvernig hann hefur breyst á undanförnum árum með því að raunverulega við gætum eiginlega sagt að hann hefði verið enga- og markaðsvæddur, því að það sem áður voru blaðamenn sem að kannski voru helstu þáttakendur í því hvað var í fréttum í dag, eru kannski orðnir 4, 5 og 6 sinnum fleiri upplýsingafulltrúar einkafyrirtækja og stofnana og líka almannasamtaka sem að eru að reyna að stýra og stjórna umræðuvettvangnum okkar. Gunnar Smári, má ég stjórna því? Já. Af því að þar eru þarna Drífa og Sonja og eflaust einhverju fleiri að hlusta á okkur úr verkalýðshreyfingunni. Ég nefndi þarna Sjóvá og hverjir það eru sem að eiga Sjóvá og sem stýra Sjóvá, en það eru líka lífeyrissjóðirnir. Þeir eiga tæplega helminginn í Sjóvá og ég legg til að það verði tekið upp á næstu stjórnarfundum við lífeyrissjóðunum hvort þetta sé siðleg framkoma.
og það því ég nefndi Þór Snæ, hann með mjög góða grein þetta, það þú veist hvort það gangi lengur að lífeyrissjóðirnir mæti inn í fyrirtæki og síðan hlutlausir, eldi raunverulega stæðsta kapitalistan þar inni, þannig að menn geti stjórna fyrirtækinu bara með 9% eignarhlut og svo á við mörg af þessu félögum, eru raunverulega styðja hvernig Eimskip, Samherji stýrir Eimskip og svo framvegis. En svona nú umræðan á samstöðunni, hún lifandi og góð, Ögmundur búin að sitja hérna í 2 tíma og hann vill ekki hætta, hann vill halda áfram, þetta svo skemmtilegt fyrir okkur sem sittum hérna. Ég var þetta að segja skama fyrir ykkur sem að sitið og hlustið, ég hef sagt þetta áður að ég nota þetta nú aðalega til þess að reyna bara að skilja Íslands samfélag og geta kallað til mín fólk sem að getur frætt mig og ég held að það sé ágætt að slást með því þá för. Ef þið viljið styrkja samstöðuna þá getið þið gengið í Alþýðufélagið sem fjárhagslegur bakkjarl samstöðurinnar, það gert með því að fara á samstöðun.is og það heitir ítið á hnappinn skráning. Vonandi gera það sem flestir. En takk fyrir í dag.